Góð spurning, are you ready now? Því að klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 2. júní og FN95 Blöð hafið göngu sína í beinni útsendingu frá Ólafsfirði. Við sitjum hérna inn á Kaffi Klöru. Já, aðal kaffihúsi bæjarins og þetta lélegasta og sísta kaffihús bæjarins og besta og langbesta kaffihús bæjarins því þetta eina kaffihús bæjarins. Já, ég held þú allar að fara að raunir þetta kaffihús. Nei, ég veist ekki hvert og ætlaði. Við döðum brá. Frábært kaffihús. Ef ég þurfti að skamma Klöru fyrir eitthvað hérna, þá ekki bjór og dælu. En við erum að rætta því. Ískaldur túborg í dós. Já, við erum sko, við erum alltaf hreinskilin með þetta. Við sitjum hérna, á kaffihúsinu góða á Ólafsfirði með síðan. Já. Þetta ekki algengt. Yfirleitt fer maður, við fórum yfir daginn. Maður yfirleitt í hérna, 330 bara, litlu, en síður. Ef þú ert komin út á land, ef þú ert komin á Ólafsfjörð, þá ferðu ég eitt síðan. Já, og svo náttúrulega sjómannahelgin. Ég hef aldrei séð sjómann drekka 330 sko. Ég bara aldrei held ég. Sko lítil dós fyrir sjómann bara eitt sopi. Þetta bara land í sjó. Það bara það sem þeir hlæja þeim í litlum. Eins og Bjössi sem að ríða okkur hérna og búin að ráða mig og Steinda hérna eftir 15 ári röð. Hann tekur svo mikið í vöruna. Hann svo hraðarhendurinn í framann. Ég hef aldrei séð mann með heila. Hann með svona íslenskt tóbak. Hann old school. Hann ekkert í nýju pókanum. Nei. Og ég hef aldrei séð mann með jafn mikið. Þetta svona gæjar sem að sko tósa vöruna út og sturta onni. Þetta ekki svona eitthvað sem vorst að setja í pappír og svona. Já, hann setur stundum í pappír. Það eiginlega bara heil rúlla. Já. Og í eitt skipti. Þeir að geta þetta? Það kemur ekkert óvart. Sjómenn rosalegir og Steindi sagði hérna við Steindunum hérna, ég held þetta 7. eða 8. árið okkar í röð hérna á Ólafsfirði. Já, við erum komin í fjölskylduna. Við erum mótir heimamenn hérna. Við erum bara ættleitir. Ég meina, þú veist, ef einhver spyr mig hvað næstu, ég frá Mósbæ og Ólafsfirði. Já, þetta Norðurlandið. En sko, talað sjómenn og sjóin. Með hái eða jóði? Sjómenn eins og við eða sjómenn með jóði. Þeir fara á bát. Við erum ekki með fullan bát í dag. Því að Egill Einarsson komst ekki. Hann veist að það hætti við á síðu stundu. Trillan hans sök. En hafið engar áhyggjur því að ég segi litli bróði þáttarins Rikki Geblettur mættur hérna. Vertu velkomin Richard. Takk fyrir drengir. Hvað ertu? Hún var gaman að vera með klappfíltirinn hans Svala gamla. Það bara nákvæmlega þannig. Það bara mjög langt sem við vorum Gústi á tökkunum í bænum. Sonur okkar í bænum á tökkunum. Og sjáu þið sko, það ekki til maður sem meira á tánum sko. Nei. Líka elska að koma í hérna bæ. Því maður keyrir inn í hérna bæ, opnar gluggan og maður finnur lyktina, það peningalyktina. Já, svona, samt að það ekki fiskilíktið núna sem fínt. Nei sko, hérna inni. Það meira á Siglufirði. Já, sko, hérna inni svona bara svona pönnukökulykt sko. Pönsur og svona hérna hjá ömmu afa. Það situr náttúrulega á kaffihúsi. Já, en sko, það langt síðan við vorum saman í þætti, Rikki. Þú kemur oftast þegar ég í frí. Þannig ég í stuði, sko, við meira þess að ég ætla að fara betur yfir eftir hvað við gerum í dag, en það eru margir sem hafa verið að biðja okkur að tala dónalega og við ætlum að draga á eftir það. Það verður að tala dónalega í þættinum. Sko þetta, já, ég ekki að byggja. Ég vona innilega ég sitt í hjá. Já, ég lega auðvitað. En hvort vill maður æfi ræðina kannski bara. Það er 99% líkur að ég verið dregin, því ég alltaf dregin. Ég hef verið ógeðslega opinn í þessu. Ég bara kann ekki að tala dónalega. Ég ekki búin að kunna það bara sem ég byrjaði með konunni, sko, hún fer bara að hlæja því ég gera það. Ég veist að þú ekta svona hundur í rúminu sem var að láta hana heyra. Nú hefur veðsett í búð. En ég hef ekki tala dónalega, sko. Ég er bara meira faglegur. Hlutverkalegum. Já, bara faglegur í tali. Þeir eru að slóða saman eftir faglegur í tali. Ég er ekki að tala dónalega, þú veist, ég er ekki að segja eitthvað svona, þú veist, það er bara asnalegt, sko. Hvað, gekk ég að vera faglegur í tali? Já, þú veist, bara svona faglegur. Við getum alltaf, sko, ég getum orðað þannig að það er mjög þunn lína að tala dónalega og vera hálfpartinn ógeðslugur og þannig hefur þetta finnst mér verið í gegnum tíðina þegar við höfum gert þetta sko. Alltaf þegar Egill gerir. Við finnum úr þessu eftir en það er líka talandi Rikka og Ólafsfjörð. Þá er til geggjur saga af Rikka. Ég held að Rikki sé einu maður sem kom með Ólafsfjörð að skemmta og borga með sér. Því að hann svaf yfir sig og þú þurft að bruna göngin frá Siglufirði, hann var að koma sér yfir á Akureyri. Herru, hann tekin í göngunum á kameru. Tvisvar. Já, þá hélt hann að það væri safe að hann gaf í og hann tekin aftur. Já, 2 vélar á leiðinni. Og misti svo að vélunum, þú þurft að borga Það var helviti mikill skemmtur. Ég var haldið tenni á mánudeginu sko. Það átti að vera svona gjaldeyrir sko. Það fór allt bara í sektir. Ég er ekki grínlust. Ég held ég hef komið svona grínlust út á sléttu með sektunum og öllu tókali og flugi. Já,
Ólafsfjörður hefði getið að trýta þig það sérstaklega vel sko. Því að ég man eftir því líka að þú varst sko einhvern tíma búin að missa flugi. Þá fórstu með Íslandmennum í bíl og varst að fara að skemmt í brúðkaupi. Já, þess vegna tók ég konuna með núna sko. En ég er náttúrulega ekki fyrir en annarkvöld. En ég var ekki að fara að taka morgunflug. Þú missir ekki flugi annarkvöld. Hvað veit það, ég nefnum að sé kýri hérna. Ef einhver getur það, þá er það ekki. Svo getur þú ekki að rífa kjaft og mistir á 2 flugum í einni helgarferð sem er bara ótrúlegasta sem ég heyrt. Og hefði ég verið kona en þá hefði ég lamið mig. Mistir á 2 flugum? Hann mista flugin á leiðin út til Þýskalands. Þurfti að kaupa sér annar flug. Svo voru það að fara að fljúga heim á sunnudeginum. Þá mista hann vélinn líka, þurfti að kaupa sér annar flug. Við borguðum 450 skall í flug fram og tilbaka til Berlín. Og það var ekki vinsælt sko. Það var mjög óvinsælt. Ég er bara mjög svo ótrúlegt að missa þig á leiðin heim. Nei, en það skrifast okkur bæði þá. Það er bara staðfest. Er Sigrún, náttúrulega ég dýrka kunnan, er hún sami haugurinn og þú? Nei, hún er mjög tímaleg öllu svona. En þar var bara flugið í hádeginu. Við vorum bara komin að fætur 9, byrjuð að borða, tókum með þess að 1 bjór bara svona eftir morgumatinn, kósi. Nei, en við bara misegnuðum, þú veist, það var síðan einhver traffík, hádegistraffík sem engi á bara að benda okkur á. Það var 2 svona lengri tími på flugvöll. Er Berlín einn af þessum borgum þar sem það getur verið traffík? Ég hef aldrei reiknað með því ef ég er að fljúga heim. Það er fullt af bílum. Já, en þú getur ekki sagt mikið, þegar ég var með auðvitað það sem að stakka upp á að fara 13 klukkutími fyrir på flugvöll. Það er miklu verra. Hann vildi fara við áttum flug klón 11 kvöldi. Hann vildi leggja stað klón 1 í hádeginu. Fyrir mér er þetta bara þannig. Ef ég er búin að vera á 3 daga fylleri, þá er bara komið tíma á refsingu. Ég nenni ekkert að vera að labba um einhvern bæ í sunshine og hafa gaman. Það er bara, nú byrjar alvaran, ég er að fara heim, hitta börnin. Þá vil ég bara sitja eitthvað í myrkri. Vitið hvað ég er samt mest hrædd við þegar ég er í útlöndum? Það er sko þegar ég er á svona snemma morgunflug að missa því. Þú veist, ég vil frekar eiga flug kvöldið bara svo ég missi pottið ekki að því. Miklu betur eiga flug kvöldið. Maður á alltaf að fara einu degi seinna heim, skilur við. Þá verður það alltaf leiðin heim. En ég meina þá ertu bara að hefja skellin sko. Já, þú veist þetta, málega þetta þarf ekki að vera eitthvað skellur. Það er miskilningur. Það er alltaf eins og Blöður að tala um, hann segir, ok, hann fer á góða helgaferð. Það er mjög gaman og það er já, bara, þú veist, allt og gaman jafnvel og bara stemning. En það þarf ekki að vera drungi á leiðinu heim. Það er líka hægt að vera bara, ég ætla bara að fara út. Ég er aðeins að 30 gráður og fá mig bjór og ég er aðeins að vaksa upp brúsi. Sleikja restina af þessari sólinn og svona ferð og svo fer ég heim. Það sem ég fíla við Blöð, við höfum nú ferðast eitthvað og í einni golfferð til Búlgaríu þegar við vorum að fara heim og við vorum í tengiflugum. Þetta var svona 14 tíma ferðalag. Og svo góða við að vera með Blöð á leiðinu heim. Maður þarf ekki að tala. Þögnin er bara mjög góð. Ég nenni bara ekki að tala. Það er hræðilegt fyrir mig því ég vil tala allan tíma. Þú ert svona eins og pabbi minn. Það má ekki vera þögn í kringu þig, þá líður þér illa. Nei, mér líður ekkert illa. Ég bara, ef ég er á flugvelli með ykkur, ég bara hangi ykkur reitt út í hotni. Ég vil bara rölt og fara við stöðuna og fá mér bjór. Þið reynda tókst fyrir það flug að í fyrsta sinna hugsa ekkert. Þú varst að drekka shake inn á McDonalds. Ég náði að hreinsa hugan algjörlega. Þetta er samt í alveg bara að þetta gerðist sko. Því að minna, þú veist, þú ert alltaf, þú ert að horfa að minn núna, þú ert að hugsa um það sem ég er að segja, þú lítur út úr glugga. Heilin slekkur aldrei á sér. Sturlustæður, þú hugsar alltaf. Nei, ekki þarna. Heilin slökkti á sér. Þú varst að fá þér svopa sig. Ég átti bara einhverja 60 sekundur þar sem að ég var bara í total shutdown. Bara ég á McDonalds með shake og auðviti. Þú ert komin norður maður, það er verið að mökka þetta fyrir utan. Heyrðu, það er verið að taka donuts fyrir utan þetta maður. Það er rosalega. Ólafsfjörðurinn maður. Heyrðu, það var að spóli hengi. Já, djöfull er ég ánægður með þetta maður. Svona átt að vera. Já, það veit aldrei verið á bílatum. Já, ég meina, þetta er, þú veist, nú ertu komin á Ólafsfjörð. Það er verið að spóla fyrir utan. Það er alltaf fylla sitt á kaffihúsinu. Allir í síðum. Já, Riki, þú konan með þér. Heldur þú verið lucky í bústanum? Bara, ég veit það ekki sko, vonandi. En hvað heldur þú? Bara, jú, vonandi, akkur þurfum ekki að ræða þetta sko. Bara, þú veist, hver á að vilja vita þetta? Ég held enginn hafa áhuga þig sko. Látt hann ekki náði svona, hann er bara að fokka. En sko, veistu hvað, þú gætir samt reyndar sko, þú gætir, þú veist, leikið einhvern svona eitthvað sem er að koma að gera við pottin eitthvað svona handyman sem er að þú getur bæðið farið í handyman að einhver að gera við pottin svo getur líka verið, við getur verið í svona hlutverkuleika konan sé bara einn í bústað og þú ert svona með túristagæt að síninni hvað er að gerast hérna á Ólafsfirði og allt í nöttu komin á baki í bara vatninu og eitthvað svona eða hérna ein hugmynd, slepp mér bara þannig Það eru options þetta maður Annars erum við með rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur Við ætlum eins og við sögðum við ætlum að tala dónalega sem hefur ekki verið í langan tíma Spurningkeppni Gilsannars er á sínum stað en þú ert með hana Ég er með hana í dag og henda okkur blöð í spurning Þið eru að fara að keppa Egill sendi mig keppnin á þann og ég er búin að lesa hérna yfir hana
Ert þú ekki að búið til neina spurningar? Nei, ég er ekki að búið, þetta er bara, hann sendi mér bara Hann er bara í bænum Þú ætlar ekki að bæta hennu við en eitt? Nei, ég ætla ekki að bæta hennu við Ég bara veit ekki eins og hvernig ég á að bera þessa spurningu fram Ok, svolítið Er þetta einhvern viðbjöður eða? Já, sko, ég er alltaf alveg nokkuð fegin að vera ekki að keppa, sko En hver er konceptið? Sjómaður, væntanlega. Það er bara King, já, þetta er bara King of sjómannahelgin Ég tapa því Þetta er hérna bara hvor ykkar er já, sko Ég ætti að vera líklegir þar Nei, ég var í Herjólfi á miðvikudaginn eftir íbyrðar Ég er líklegir að vinna það ekki Já, alltaf Ég var í Herjólfi í sléttum sjóleinu frá Eyjum á miðvikudagskvöldið Ég satt úti með svona ælubox Já, en þú verður sjóveik Ég er bara sjóveikur alltaf Þetta er King of sjómaður og hérna við getum sagt ykkur það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spurningar í dag Ok, herri, já, til bara það er náttúrulega ekki til lukku með segjum að til lukku með helgina sjóminni, er þetta bara sundag? Nei, ég myndi segja bara til lukku með helgina sjómannahelgin Já, ég meina þetta er sjómannahelgin og því ber að fagna og við erum mættir hingað til að fagna því Það er mikið að sjáarplásum á Íslandi en hérna Ólafsfjörður, þeir gera þetta alltaf heldur grand á sjómannahelgin Já, bara liðið sem er á liðinni Sóli Hólmeirinn í kvöld, svo erum við með föstudagslögin Sverri Bergmann og Halldór Gunnar svo morgun er einhverju þvílík dagskrá svo Bríett, Raka Gísla það er endarstöli en málið er að það er ekkert bæjarfélag á landinu sem heldur betur upp á þetta en Ólafsfjörður og það er líka kannski alltaf að koma inn á það er mjög stutt frá hérna þú ert á Akureyri, þú ert í 40 mínútur Siglufjörður er sko, já þú ert í einhverja 12 mínútur eða eitthvað svona þannig að það er á morgun Dalvík, já, til og með svo morgun, eða þú veist í kvöld þá er sóli og svo er náttúrulega föstudagslögin er uppselt kannski, ég veit það ekki, það þarf að kanna það gæti farið að verða allavega uppselt en svo á morgun þá er, þú veist, það er kvöldskemmtun það er rándýr, fótboltaleikur það sem er verið að sko Hannes Halldórsson, landsliðsmarkmaður verður með sjómunum Já, ég get sagt það Já, Rikki var að lýsa leik Halldór, nei hérna Hannes Þór Halldórsson hann er fyrsti fótboltamaðurinn sem er koma inn á völlin í þyrlu og það er staðfest þannig að hann er flogið í marki í þyrlu en þetta eru landmenn á móti sjómanum og landkrabbanir og hérna og það er að bjóða upp á þyrluferðir og það er basically dagskrá allan lögudagskvöldi, sunnudaginn og það er bara, hendi ykkur yfir Nei, ég sá memory þegar við vorum í þyrlunni þetta fyrir einhverjum 7 árum síðan varst þú góða strættur fyrir að náttúrulega skóttist allir í fjallið Ég talaði mitt við hérna okkar Er eitthvað svona ekki hrættu við Steinþór? Já, hellingur Hrættu við allt Já, sko, ég talaði við Björnsson sem er hérna náttúrulega, já bara á Ólafsfjörð í rauninni og hann var að segja mig frá þyrluferðunum og spurði allir ekki hendi ykkur og svona Það er ekki séns Það er ekki séns En ég veit að sko Sigrún er spennt fyrir því Þannig að sko er ekki Rakel eins og ég Þannig að getið þið ekki bara að fara í þetta Það er að senda okkur Sigrún og bara 2 saman í þyrlufæri Ég meina Þóri Rakel í þetta Rakel kemur alltaf með Þóri hún í þetta? Já, Þóri hún í þetta? Þetta er þyrla Já Talar eins og þetta sé bara hættulegast í rússibanni heims Nei, skemmtilega sem ég gert Ég fór í þyrluna í New York Það var ekkert eðlilega En það var ekki báðir foreldrar í þyrluferð Það bara segir sér nokkuð Já, bara svona eins og með Pepsi Það má ekki finna uppskriftina með ekki fljúa saman Það er bílað, þið farið saman í flugvél Náfaglega Herru, svo erum við með kortmyndur frekar Það er eitthvað sínust að Herru, þú ert með nýjan liður líka Það er glæni liður í dag Já. Ég er mjög spenntu fyrir þessum lið En hann heitir The Griswold Ok, ekki Griswold Nei, The Griswold Ekki S, af því að þið eru náttúrulega bara Ég ætla bara aðtöða núna þetta Hvor ykkar er meiri Griswold Hvað þýðir það? Og bara ekki hvor er meiri aumingi eða Nei, sko meiri haugur Já, sko, já, getur við sagt Við tölum alltaf aumingi, haugur, sjoppa Þetta var algjört Griswold moment Það er, þú veist, að yfirleika eitthvað eða Er þetta frá jólamyndin eða? Já, þetta er byggt The Griswolds sem er alltaf, gengur alltaf afturfótunum þar Þetta er basically bara svona, ok, hvernig Þetta verður alls, þú veist, þér að fara að keppa til dæmis, ok, hefur ykkur til að fara á closetið gert þitt og sleppti að þú erum hendurnar ég myndi kalla það að vera Griswold moment veitir hvert er að fara en þetta er bara dæmi, ég verð með þetta nú aðeins dýbra en kannski ekki mikið reyndar en ég ætla að aðtúa bara hvor ykkar er meiri Griswold á bara sjómannahelgina Svo er aldrei að vita við fyrir mig sannleikana Kontor, við gerum það oftur að við erum on the move við erum ekki í stúdíónu en frægi úlingaliður og bara við erum í gýr við erum með ískaltan túborg hérna það er sko Breiðablik Víkingur eftir við ætlum að horfa á hann og svo kíkja á Sóla og eitthvað Hvernig haldið það sá leiku fari? Ég finn líkt að X þar Já, er eitthvað X líkt að þessu Það er svona United á morgun United City Nú getið þið ekki sagt um mig eitthvað svona hætt að tala út úr raskatunum Ég er búin að fylgjast með
bestu deildinni frá því að byrjaði núna mjög vel sko. Getur þú nefnt með 3 leikmenn í Breiðablik? Jassi Herru, já, við viljum fara í Hyundai Coupe-lag dagsins og Gusti, sko, herru, talandi Hyundai Coupe, var eitthvað sem minnir mig að fara rúndin á rauðin Hyundai Coupe, þá er að vera fyrir norðan Ólafsfirði, því ég hef komið á Coupe-num ykkar. Var ekki... Gera hvað? Við vorum að fara á eitthvað ballminni. Hefur þið fengið einn á kjaftir eða? Nei, aldrei lamin. En á Dalvík var... Er ekki alltaf svona... Nei, það er ekki krókurinn á Ólafsfirði. En ég get sagt þér, finn það sögu. Cuz, Blackout Cuz, fór í Blackout og var rotaður á Dalvík. Þegar við vorum blind fullir einn sinni. Það var eitthvað... Við vorum að koma að balli þar. Og það var eitthvað sem sagði þetta með þess eftir við fluttum suður. Rotaður? Það er rosa. Hann var orðinn 20 og við vorum fluttið suður, fórum í bústað rétt á Dalvík, Ytrivík heitir það, og fórum á ball eða pöppin á Dalvík og svo þegar það var búið að loka og geggja viður í mann eins og þetta gæst ekki bara sól og eitthvað við fyrir utan, þá erum við eitthvað að tala við eitthvað liðan og þá kemur einhver stelpa og segir, herru, ekki vera að tala við hennan hann náunga, hann er stór hættulegur, þetta er aðal hrottin í bænum og herru, Cuz við beint upp hann, ertu aðal hrottin í bænum? Ég sé að hrætti við þig, ekki gera neitt, herru, gaurinn bombaði einum í smettaðanum og Cuz lá flatur lá rótaður á göttinu sem var dragan upp í bústað þannig að það passið ykkur öðru fyrir norðan ekki fara hættulegasta mann Cuz er náttúrulega, þú veist, hann er vangiðin mér langar svo að heyra aftur Ronaldinho söguna sko. Mér finnst bara fólk eigi skilið að heyra hana sko. Ég hef ekki eins og heyrt Hefur ekki heyrt Ronaldinho söguna? Tökum hann á eftir við tökum rauða, bara Hyundai Coupe-lag dagsins og herru, það er munið til hljómsveitinni live Rétt Við ætlum í Dolphins Cry Magnificent FM 957 Það held ég til að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Ólafsfirði eins og kom fram hér í fyrstu innkomunni áðan og við erum í gýr, maður. Við erum í geggjum gýr, herru drengir, það voru stóru hlutur að gera þetta. Svessi B Sverri Bergmann, okkar uppáhalds Halli G Halldór Gunnar Þeir voru að lappa henni og þeir voru að leggja bílum minna fyrir utan og voru að hlusta á innkomun á hann og Svessi var að staðfesta þetta að Cuz hafi leiðið þetta handrótaður og hann þurfti að vakta Cuz alla nóttina út af heilarhristing. Já, Svessi var svo hrættur um að myndi á heilarhristing, hann vildi ekki að hann horfði á hann sofa. Sko, ég hringdi í heilsugæsluna þegar maður náttúrulega var rótaður og ég spurði bara hvað get ég gert og náttúrulega skít hrættur að vinuðin er bara átt, skilur hann lá hann bara hliðin á gutt þetta er ríkalegt. Hvað hlóðu þið það? Nei, ég voru skít hrættir. Ekki þá, ég hlæði þessu núna. Hvað heldur að ég hef bara hort á besta vinn minn róta hann og bara grennið og láta og ég vaktaði hann sérst alla nóttin og vaknaði alltaf klukktum að fresti til þess að gá hvort hann væri með sönsum. Hann var hann svo pirraður undir lokinu þegar hann myndi ekkert alveg hvað gerði. Ég var alltaf vekja, hættu þessu. En ég verði að fá að heyra svo Ronaldinho og hvernig er ég að kýla til þess að það er eitt sann svo fyndi áður fyrir mig hana er að Cuz sendi á mig rétt á hann bara, ég þarf að fara að mæti þáttun og leiðrétta allar þessar blöðsögur í gæsalöpum. Svessi var að staðfesta þetta? Ég veit það, en hann var að stinga líka upp að hann langar að koma í blöðkastið og fara eins yfir blöðsögur. Ég veit ekki, er það vel? Nei, við finnum tíma, það er kannski ekkert má að segja. En sko, Ronaldinho saman, hún er ekki löng. Það var basically ég, Hugi og Cuz flugum til Barcelona, vorum hjá Eið, vorum á hóteli þegar hann var að spila á Barcelona. Svo allt inni fekk hann bara SMS morgun, hann kláraði æfingu, kíkti svo okkur, við vorum að tengja bara að þunnir, hann bara herri Ronaldinho með eitthvað partí í kvöld, að það loka eitthvað skemmtist að viljið kíkja, við bara, erstu eitthvað rugglaður, bara já, við förum nema svo drukkum við daginn og fórum út að borða og eitthvað og svo mætuð þarna, þá situr Ronaldinho, hann er búin að loka heitasta skemmtist að Barcelona, bara út af fyrir sig og vini sína, hann situr í hotninu með bongotrommur og svona headphone og hann er að syngja. Þannig að tónlistin í öllum hátölunum sem á að vera stuð og partí var bara Ronaldinho og allir jámennindir í kringum maður bara svona dilla og allir voða sáttir og Cuz og þeim blind fullu bara hvaða viðbjóð er þetta og Eiður bara hvaða viðbjóð þetta er bara besti fótboltamaður heims sem er hann í horninu sko hann bara já, herru þurfum við ekki að fá okkur að tónlist hérna maður við bara Cuz lappar frá okkur í gegnum þvögurna að Ronaldinho og bara music Ronaldinho horfði á hann horfði svo Eiður setti bara svona upp hendur bara, herru, ég veit ekki neitt sko og Ronaldinho bara grænja hlátri tók svo hennan hérna putta, snýr hún bara let's have músíka og þá bara byrjaði partíið og bara sturli tónlist þannig að hann eyðilaði bongotrommil fyrir Ronaldinho. Já, sko eyðilaði, hann sagði bara sannleikarna það. Já, það voru allir að hugsa þetta. Það hlýtur að vera, hann var ekki búin að vera heil lengi bara, einna raula. Þetta er líka, það er svo mikil munur á einu manni, ég veit hann að hlusta hvernig getur þú farið frá því að segja af alla hæfi fólk þegar þú ert edrú yfir í að labba besta fótboltamanni heims og segja hann hætt að syngja í partíinu sínu.
Þetta er svo ökli úr ökla í eira sko. Ég hef aldrei kynst nefnilega sko blackout kös almennilega Nei, besti kösinn, sko. Hann er líklega besti kösinn sko. En herru, það er slúður, drengir. Ég ætla að byrja slúðrið á Nor Alfala, veitu hver það er? Nei, þið þekki kannski mannin hennar, hann heitir Al Pacino. Og þau eiga að vona barni. Hún er komin 8 mánuð á leið. Hún á eiga eftir mánuð og hún er 29 ára en Al Pacino er aðeins eldri. Hvað er hann bara að vera 80 ára? Já, sorry, mér finnst þetta bara rámt. Á hverju? Af því að þú veist það var allir að gera grína. Ég var svo gaman þegar ég var að pappi, ég var festur. Hvað er sangjart, þú veist, þegar krakkin er 6 ára, hver er pappi? Hann bara dóar 11 ásti mín. Já, ef krakkin verður 18 ára þá er Al Pacino 101 árs. Já, ég meina, þú veist, mér finnst, þetta er bara mín sko. 80 ára og 30 ára. Ég er ekki aldur sem Hvað er verið að tala í sófanum bara? Það er kannski ekki að skrifta í þessu samt. She's got a type. Og veistu hver er fyrirvændi hún er 29 ára, veistu hver er fyrirvændi maðurinn hennar? Líklega Robert De Niro sem er aðeins eldri en áður hún byrjaði með Al Pacino þá voru með Mick Jagger. Hún er ekki orðin 30. Já, kannski, ég ætti að tala um að hún sé bara með svona þeng fyrir eldri mönnum. Já, við getum ekki verið að dæma það. Nei, við erum ekkert að dæma það. Eina sem er bara, þú veist, eins og ég hef áður komið fram. Við erum að því, sko, hann er 79. Já, en mástu þegar sem við vorum að tala með Leonardo DiCaprio. Mástu, við vorum að tala um á sín tíma. Hann var alltaf að deyta, ung módel. Og ég var að segja, þú veist, hvað er að vera að tala upp í sófa, skilur, á miðvikudegi? Hvað er veistu hvað ég við? Þetta fólk getur ekki átt mikið sameiginlegt. Nei, það sem ég var alltaf að benda á en svo er bara eins og ég segi við náttúrulega erum bara, hvað erum við vitum ekki neitt. Ég fann fyrir þegar ég var í sambandi með stúlku sem var 10 ára yngri en ég og ég held upp á ammælið hennar, ég hef potið sagt þessu sögt með F95 blöð að það er svona mesta reality check sem ég fengið, þá var ammælið Írisar og það var heima á mér og ég sat þarna með eitthvað svona Justin Timberlake hatt að reyna að vera einn af the cool kids, alveg hræðilegt dæmi en þegar maður svo kemur lagið á Barbra Streisand munið ekki eftir þessu lagi þá situr gaurið við hliðina á mér, vinur hennar bara, ég segi við strákana stelpunum voru hinum með einhvern í stóðin og ég við strákana, haldið að það fengi leyfi á Barbra Streisand fyrir þessu lagi eða þá heyrist ég gaurnum, Pítur, ertu að segja mér sér til pía sem heitir Barbra Streisand? Ég bara svona I'm too old for this party. Herru, næsta slúður er af Taylor Swift eða aðdándu Taylor Swift og þetta er svolítið fyrir þig Steindi, þessi móli því að hérna sjáum við myndir sko fullorðið fólk Ég er algjör fan á Taylor, já, sko fullorðið fólk sem er að mæta tónleikunum hennar það eru til svo hardcore fans að þær eru að klæða sig í bleiur af því að það er tíma ekki að fara að pissa á tónleikunum. Þetta er bara kona í bleiu. Þetta er að því að basically það tekur kannski 10 mínútur að skjótast frá og vil ekki missa neinu þannig að fólk er að mæta í bleium og bara míga í sig til þess að ná tónleikunum. Sko það er helviti hart að mæta á tónleika og byrja sko reyndar. Við höfum talað um þetta með varandi þjóðatíð. Við vorum einhvern veginn bara með bleiu upp í dal. Já sko því að þú ert upp í dal þarft að hafa klósiti þú þarft að labba lengst niður gegnum miljón manns, finna kamera við erum með fullan bakbóka bleium bara. Já sko, ef einhver getur byrjað með bleiu business þá lítur hann að vera sko, skjaldar business í rauninni, þú veist selja skildi og þá þetta er business að selja bleiur bara með F95 blöðlókóðun og þjóðatíð. Þetta er sko rosalegu business strákar, er það? Nei, kannski svolítið ég held það ekki standa eitthvað með bás að selja bleiur við getum ekki staðið nei, ég meina, það erum við að fara til þangað nei, hanskotin herru, svo er það Bammar Gera nei, þú veist, getum að vera að fjalla er það ekki Tjekkaskæðinu? Jó, sá er á hræðilegu staðmaður hann er búin að vera hann er blöytur en þú stað bara í akkur, þú veist, ég er ekki blöytur ég skil ekki hann er blöytur en þú ég sko, þjóðin veit að þú byrjar alla daga á tömmu jager þannig að það er svona þjóðin veit að ég byrja ekkert alla daga á jager það er bara eitthvað frá Gilsarinn ég gera þetta í útlöndum já, gerur ekki á Íslandi nei aldrei það er samt jagerflaska inn í stúdíu hún er að vera tóm hún var að vera tóm það er ekki frá mér, það er þó Tómi Steindors og eitthvað hefur ekkert farið í jagerinn? Sverða ef hann sverða já, ég meina það er betur það er sko, ef þú sverða þá ertu að meina að lofa en alltaf í útlöndum á hverjum degi í útlöndum? Af hverju? Það er bara að laga maður á mér erfur í maðurinn ég veit alltaf að konan horfir alltaf á mig með miklum svona dómara augum sko en ég er svona eiginlega líka farin að gera þetta svona í einrúmi bara það er ekki svo mæti ég alltaf bara klára, hefur ekki verið lögina tekur þetta í einrúmi og tala svo faglega já, tala mjög faglega já, ok, hann er alltaf að hótaði núna hérna Bammar Gera, hann ætlar að smoke crack þar hann að fara að hitta son sinn, þetta er bara já, það er ein leið til að hitta son sinn eða þú mátt ekki hitta hann ætlar að gera á hverjum degi þar til hann deyr ef hann fær ekki hitta son hver hefði giskað á það, hvað heitir hann hérna að Steve-O væri eðlilegur við hliðin á Bammar
Hann er hún etru og bara Þannig að Bamar má ekki hitta son sinn út af einhverju sem fylgdi það ekki það basically gaurinn er bara á dælunni. Já ok, hann er basically hann ætlar ekki eins og að taka sig saman í andlitinu, hann ætlar að auka neysluna þangað til að einhver segir bara eittan, hérna er svonuðinn. Þetta er mjög skrítin leið, ég hef aldrei hirt þetta. Helviti hátt IQ. Hræðilegt. En þetta var slúðurpakki dagsins. Við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Gústi, áttu ekki einhverjar sjóðandi heitar? Ég var til í góðar auglýsingar núna. Já. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 blöð. Hún er alveg með þetta, Frikki Dór, okkar besti maður. Það er eins og sé að syngjum hana Klöru hérna sem ákappi Klöru því að hún er alveg með þetta. Hér er allt upp á 10. Já, hún er með síðabjóra. Já, síðir bjórar og kósi stemning og við erum með Ólafsfjörð hérna beint fyrir framan okkur. Mér langar að snjóra í fjöllum. Mér langar að spyrja einu að þið eru að tala um síða. Þið eru búin að tala mikið um síða og þið eru bara í litlum, ég er í litlum. En af hverju breytist þetta? Er þetta bara með aldrinum með það? Já, góð spurning. Þetta sko, ég held að fólk hafi bara átt að segja, vitið hvað þetta er? Svo verður ekki flatur. Ég var alltaf með síðan sko. Já, ég held líka bara, er ekki markaður bara svolítið elda það sem er, þú veist, ég minna orkudrykkir, ég held að seljist mest á orkudrykkjum og fólk fílar dollunar af þeim. Pepsi Max, fleira, fer allt í sömu svona litla, já, ég er aldrei með stóra Pepsi Max dós heldur. Nei. Ef út í það fyrir, þetta er ekki bara með bjór. Ég held að, já, einmitt, þetta er bara þetta er bara meira kósi. Já, en sko, á Ólafsfirði, þá drekk ég síðabjóra. Já, Norðurlandi, ég er eitthvað betur en Norðurlandi. Herðu, við ætlum að draga, drengir. Áður ég fyrir hérna í kortmyndur fyrir ekkert ætlum að draga því við ætlum að tala dónalega á eftir og það þarf að tjekka hver er það sem talar og við hvern. Já. Ef ég set hjá, þá ætlum ég að panta mér eitt síðan og ég ætla að fá mér þessa lummu og með horfa á það. Það var kósi. Ok, hverju vil ég draga? Ég er búin að setja nöfnin inn í pott. Ég skal byrja þetta. Þú byrja. Ok, hvort ef að þú dregur þá sko, dragur hver talar? Hver á að tala dónalega? Ok, þannig að nafni sem þú dregur núna á að tala dónalega. Þetta er bara 3 miðar, ekki? Já, ég ætla bara að vanda mig. Ekki að draga mig. Það er Auðblöndal. Nei. Sko, Rikki, hann var að draga einn með það. Hann áði að rinda öllu af borðin. Það var ótrúlega. Ég var stressaður. Sko, þá er það við hvernig ég tala. Maður sjá, hvað vil ég tala við? Maður sjá, ef ég er að sofa í öðrum ykkar ég held að þetta verði 100% ég hann. Þú mátt fá heiðurinn. Er það að tala dónalega samt? Auðvitað. Þú mátt fá heiðurinn blöð. Ég draga þetta. Já, ég held að ég er svona bara ákveð að þetta verði allavega ég hann. Er það Richard? Nei. Það er ég tala tónulega. Akkur finnst mér Steinfjörn alltaf sirka hjá. Hæ? Alltaf? Ég hef yfirleitt verið sá sem ég tala við. Það er versta. Þú varst að lenda, þú trást stiðstastráið. 100%. Er verra að vera sá sem að er tala við? Ég myndi þetta frekar vilja gera hitt sko. Já, því að nú þarf ég að fara að semja þetta. Ég myndi segja að væri, sko, ég held að sé yfirleitt það er kannski verra að vera sá sem er að tala, en ef þú lendir á móti allir allavega verða að vera sá sem fær drullum. Og þú veist, ert að fara að vanda þig, ert að fara að taka gilsaran á þetta. Er ég að fara að vanda mig? Hvernig þá? Tala fagmannlega? Nei, ég er ekki bara að tala fagmannlega. Þetta er náttúrulega hræðilega orða hjá mér en ég byrja þáttar. Ég viðurkenni það. Hvernig tala maður fagmannlega í rúminu? Þú veist, bara, er þetta gott ásti mín að ekki segja eitthvað bara ljótt. Það er ekki gaman. Ég veit ekki láta hann líða í þetta. Tala, ok. Nei, ég er ekki að fara að tala fagmannlega. Ég er að fara að tala dónalega. Já, það ekki. Það er sem þetta gengur út á. En átti ekki hann að kveiki í mér? Er það ekki bótt? Ég kveiki í rætti. Ég held að það sé alltaf pælingi, sko. Þú veist, hann er að reyna glottið og Steinþór að vera stoppinn. Hann er að reyna að kveiki í þér. Það er máli, hann er að reyna að kveiki. Ég er að fara að senda þig sjóðheitan í bústæðin til Valdís. Hún er í vesinu þegar þú kemur heim. Það verður sko rík harður þegar þú mætir. Eru þið tilbúinir í golfið fyrir freka? Þessi maður, það er sko, núna sé ég sko Svessi lítur að brosa út á eyru. Hann er 5 ára kongurinn. Sveppi líka núna bara dansandi í bílum. Ok, golfmyndur frekar. Fyrsta er tengt sjómannadeginum. Eru þið ready, drengir? Golfmyndur frekar, taka mánuð launalaust á sjó. Því að það er ekkert grín að vera á sjó. Eða ekki fá það í 18 mánuði. Þetta er þetta svo söguna sko. Ekki fá það í 18 mánuði. Þú mátt ekki gera neitt sjálfur heldur sko. Nei, bara sign me up. Sjó í mánuð, launalust í þokkabót. Já, ég myndi fá það í 10 ár sko. Sko, máli er að ég er oft sjálfur með nóg sko. Nei, þú mátt það ekki heldur. Nei, ég er að segja, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um bara ég sé tæki sko. Heit ekki vel út. Þú veist að vera, nei, ég fatt að því sagði þetta hljómaði akkurat. Ég meina, basically gamli rungarinn að
og Það var bara nákvæmlega þannig sem þetta ljómaði Það sem ég átti við að ég get verið netlaus. Ég held að Öddi geti vottað þetta, við erum svo mikið saman. Ég get alveg verið símalaus í mánuð. En Steinþór, þú ert að vinna á sjó, sko, þú rávar allt. Já, ég er að segja, þú veist, ég held að sé erfiðasta fyrir fólk ekki að vera á sjónum ég held að sé erfiðast að vera frá heiminum í mánuð. Erfiðast fyrir fólk í þessu samhengi fólki sem með þér á bátnum. Já, það erfiðast fyrir það. Ok, það rétt. Þú ert ekki að fara að gera neitt. Nei, jú, ég að fara að gera helling en ég líka fara bara að fara að reyna að vera með stemningu og svona, og það ekkert allir til í hana. En ég basically að segja að þú veist, ég veit alveg að komið gott net og marga báta og allt þetta, en ég var allavega að hugsa ég var að hugsa að það yrði að þú færir frá. Ég veit ekki af hverju ég hugsaði þannig, eins og væri þannig í burtu og væri svona burtu frá meginlandin í mánu með no connection. Steindur, hvað er þetta að selja? Þú getur aldrei verið á sjó. Ég myndi bara velja sjóin. Ég minna, þú veist, ég var bara til í að prófa að taka eitt mánu á sjó. Eitt mánu, þú getur ekki sjó. Ég var alveg til að fá laun í vikuna, það er skemmtilega, sko. Þannig að þið eru ekki sammála. Rikki ætlar að sleppa hinnu bara í 10 ár staðan. Já, frekar. Ok, hér er næsta spurning. Hvort myndur þú frekar? Og ég er að spyrja ykkur báða í einu, en þetta er, hvort myndur þú frekar, Rikki, vera með líkama þinn eða líkama Steinda, og Steindi, hvort myndur þú frekar vera með líkama þinn eða líkama Rikka? Sko, við erum ekkert, það er ekkert gigantískur munur á okkur, sko. Gigantískur munur, Steindi. Ég myndi segja líka, sko, ég myndi velja halda mínum líkama. Já, af því að ég bara kann ágætlega við hann og já, sko, ég er ekki það, það er ekki svo að segja eitthvað rosalega hávaxinn verið, sko, en þannig að Veitu, hvað er það að meina? Ég er að segja hvað segja, Rikki sé stubbur? Það eru nú þín orð, Steinþór verður jafn háir, sko. Er það? Er þú ekki minnir hann? Nei, við erum bara nákvæmlega jafn háir. Hvað ertu hár? Ég er 1,78 samkvæmt við. Já, ok, ég er 1,77. Vá, sjokker maður. Það meina sentimeter á. Ert þú 1,77? Já, ok, ég held að þú verður svona 1,70. 1,70, hvernig þá? Ég held að þú verður bara sveppast. Pétur kallaði mig mínibarinn eða eitthvað. Kallaði Pétur? Já, hann kallaði mig í 2 ár mínibarinn. Það er þetta rosa. Það var pínu bútan og sagði bara ég var alltaf svona eins og 1x1x1. En svo væri fermeter. Eitthvað svona, já, kallaði mig mínibarinn. Já, sko, þú varst með litla jagar á þeirra? Nei, bara, en Steinþór, við erum jafn háir. Já, ég var ekkert að tala um einhverja hæð. Lýstast af því, þú varst að tala um að þú er ekki hávaxinn en þú ert að tala um eins og sért bara Kristófer Eikóks. Nei, ég er ekki að tala um eins og þessi Eikóksin. Ég er að segja basically að þú segjum að þú væri núna 1,90. Þá er ég 1,77. Já, sko. Ég sverða, ég trúi það. Sko, Rikki, ef þú væri 1,90, þá hef ég sagt bara, herru, ég væri til að prófa að vera 1,90. En ef ég var að prófa að vera þú, ef ég myndi að fá þér líka maður, þá væri ég meira að segja í rauninni að það er lengin munur á okkur, þannig sér. Ég myndir ekki finna skaman að geta lyft stöngin í bekku eða var ég? Wow, shots fired maður. Jesus maður, ég er að reyna að vera vinalegur. Þú tekur ekki 60? Ég er 60 kíló, það ekki. Ok, bara svara þér ekki, myndir halda þínu líka maður? Já, þetta eru bara svo 2 auðvitað spurningar sem við erum að koma með. Þetta er bara auðvitast í heim við sjóinu, þetta er bara jú. Ég vil halda þínum. Vera lágvaxinn áfram. Ég er ekkert lágvaxinn, er þá Steindi lágvaxinn líka það? Hann er herrið þú. Ég myndi að segja sentimeter. I hate to break it to you guys, sko, enginn á okkur er hávaxinn. Nei, ég er 1,79, það munar einu. Ég veit, sko, auðvitað finnst mjög þægilegt að geta sett að segja ykkur meðalhæð, en meðalhæð er 1,82. Við erum undir meðalhæð. Er meðalhæð 1,82? Meðalhæð er ekki 1,78. 181,6 cm er meðalhæð. Þú ert undir meðalhæð, sko. Er það? Já. Ok, ég held að Rakel fokkið mig þegar ég sagði ég verið meðalhæð, hún sagði já, kannski Mexiko. Þannig að ég næ ekki meðalhæð á Íslandi. Þú heldur ekkit, þú veist. Þú myndir búið í Hollandi, þá var ég í vesinni. Það er meðalhæðandi 1,86. En sko, það skiptir einhver máli, sko, fyrir mér er þetta sko, annarkort væri ég bara til að vera 2,10 eða bara eins og ég er ekkert að vera eitthvað aðeins herri. En þú veist, ef ég fengi líka manni á Steinþóri, þú veist, matar eða þú alltaf fylgja með líka og svona, þú veist. Það er sko, eina sem ég myndi hugsa ef ég ætti að fara að svissa líka manni við Steinda það er 2-falt brjósklosan. Viltu ekki freka að fá baki hans Rikka? Rikki, ertu ekki eitthvað slappur í bakinu? Nei, frábært bak. Frábært bak? Frábært? Hvað minnur? Það er eitt af hans helstu kostum. Það er betur best. Frábært bak. En hvað, ertu komið gott bak? Ég fatt að þetta ekki. Nei, það er ég til næstu. Já, en máli er sko, en Rikki, ertu ekki út með slæma lappir? Þú veist, þú lélugur í löpunum, er þú ekki það? Er það ekki? Nei, ég held því sem er brákitt slappir, sko. Já, menar. Ég ætla að fara í þriðju og skiptu heila? Nei, bara líka maður. Þá er það síðast. Hvort myndið frekar? Stökkpallurinn er risa skíða stökkpallurinn sem er bara kennileiti. Er þetta skíða stökkpallur? Já. Hvort myndið hjóla niður með bundi fyrir augun eða allsbyrðir?
Þessi kom hérna frá Ólafsvíðing Sko, málið að ég hugsa ég myndi gera bundi fyrir augun af því að þú myndir, sko, í bæði sama hvað þú gerir, þú ert að fara velta 300 hringi og stólslasa. Þú ert alltaf með miklu meiri næmni þegar þú sérð, sko. En þú nærði aldrei að hjóla niður hennar pall og lenda. Ok, renn ykkur á snjóþóttu þá. Já, þá myndi ég með tillan í klakkan maður. Það er því bara hættulegt. Hvað þú tala bara með svona sveiplist? Nei, ég er að tala á rispir. Skilur þú rispar alla húðina? Var það að mæla dýpið inn í höfninu? Ég er að segja að þú rispar. Áhyggjum mína voru nú ekki að vera sveiflastúkuna. Það meira bara að ég myndi allir líka mér myndi afmyndast. Ég myndi að vera bara eins og að flá sig. Ég vil sjá skellin. Og það er allsberg. Já, þú veist hvað gerist í kvölda? Já, það er svo sem ekki mikið verið en það. Nei, það gerist þér allar maður. Ég ætla að segja, ég ætla að vera sammála Rikka, ef þetta er mjúk, ef þú lendir í snjó, skilur, ekki á klaka. Snjór og það er í sammála Rikka. Báður allsbyrðis. Herru, fáum lagústið, þetta var hvort myndur frekar hér og steytist ég að tala dómda. Þetta er þér að hlusta hér á FM 95 á FM 957 Ötti, Rikki og Steindi með ykkur þennan föstudaginn. Egil komst ekki norður en ég veit að hann er að hlusta heima og við sendum kveðjur í Kópavoginn. Hann er pottið ætlum að fara á leikina eftir Breiðablik Víkingur. Svaða leikur það er það fyrst ekki að mynda að mæta á orðinu. Ég stóra ef að það, ég fór á fleiri bleikaleik en hann ekki í fyrra sko. Já, samt kallar hann þessi bleiki nummer 1. Já, ekki nógu dulur að mæta. Nei, hann horfir nú alltaf leiki, ekki voru það. Var hann að fara með Sannþór Einarsson í fasteignasala þegar svona hans er í liðinu. Jassi. En herru, svo var ég að frétta eitt reyngir. Þetta er ekki kallað síðu bjór og Ólafsfirði. Hér er þetta kallað Station. Já, Station. Langur bíll. Já, þannig að við erum að drekka núna Tuborg Station. Já, Tuborg Station hér í FN 95 og sko, við erum að fara í nýjasta dagskrálið FN 95. Já, það er The Griswold. Herðu, er komið á honum? Já. Ok, við erum að fara núna í glænýjan lið og ég segi bara til hamingju með það sem Já, takk fyrir það. Við erum alltaf að vinna í nýjum liðum og ef hann er góður, þá heldur hann að hann er frábær. Og ef þú ert að Griswold eitthvað, það er neikvætt. Ég sko, teknikli ekkert endilega neikvætt. Við Steindi höfum notað þetta orð lengi yfir ef einhver er að vera að setja skambar eitthvað, já, svo hann dætti netta Griswold stemningu. Segjum að þú myndir núna, Rikki, bara helli við græðunar þetta. Þá væri bara Rikki ekki vera Griswold. En skilur eftir það, þá er það alveg góður sko. Þetta er ekki Þótt Griswold moment. Já, maður á moment. Þetta er nákvæmlega, það er góða punktur. Og þetta er, hver er það núna hvor er meiri Griswold í dag og þetta er bara sjómannahelgin. Ég er bara að fara að renna við það. Það er ekki bara eitthvað 2-3 spurningar? Nei, þetta eru 3 alltaf 3 en heilega þrenna og sko, ég ætla bara að vinda mér í þetta. Hafið þið skemmt partí? Hafið þið tekið það mikinn Griswold að þegar bara farið inn í eitthvað partí eða verið eitthvað starf og þegar er skemmta eyðilagt partí? Já, það hef ég gert líka. Sko, ég mætti ekki inn í partí. Ég eyðilagði partí sem var heima á mér. Hvernig er það hægt? Á Söðukröki. Það var þannig að mamma og pappi fóru til Mallorca og ég held partí heima og við lögðum allir í púk drengindi, ég, Bösterinn, Kös og fleiri og keftum bjökundu bollu. Þannig að bolla í partíinu. Króksarinn elskar bollu? Nei, ég er hættur að drekka bollu. Þeir svo ítli í mig. Ég hef ekki drukkið bollu eftir fertugsambali Kös. Ég var 19 ára eða 18 ára sko. Og fórum í bollu, allir sett í púk nema svo var ég orðinn dauðadrukkin í mínu eigin partí og kom með ógeðslega mikið að liði sem var ekkert boðið. Hann var bróðið fullt hús og með að ganga svo hratt á bolluna þannig ég faldi hana undir rúmi hjá mömmu og pappa en í svefnherbergi. Svo var allir að stráka þeim bara, hvað er helvítis bollar? Og ég bara, ég spilaði með bara, ég hærði nákvæmlega, hvað er helvítis bollar maður? Ég hef ekki séð hana heil ekki. Þá svo nappar Böstið mig inn í herbergi á mömmu og pappa sem ég er að fá mér úr bollinni undir rúmi. Hann bara, ertu eitthvað rugglaður? Er bollan hérna? Ég hættu þessu og hann er að rífa í hana og ég er að taka hann á hann svo ég geti fengið mér og við hellum allir bollinu, þannig að allt vínið sem við áttum eyðilegist þar, þannig að partíið eyðilegst. Þannig að ég eyðilegði mitt eigið partí með að vera að fela bollu döð og drukk. Þannig að basically þú hefur eyðilagt partí. Þetta er ógeðslega fyndið. Og hvað gerðist? Bara sátt allir bara þarna og nei, ég get mér sagt hvað gerist sem er algjör viðbjöð því að pappi minn sem á held í erfitt með að blanda sér kókamalt með neskveik og mjólk hann var búin að reyna fyrir sér að brugga rauðvín fyrir norðan 5 flösku til að því bara vesli í ámunni ég get staðfest að það er mesti viðbjöður sem ég sett inn fyrir mína varir og það eru allir veikir daginn eftir það drukka rauðvín hans pappa sem hann var að brugga
Það var ógæslegt Hvað var þetta? Verða heima að brugga eitthvað rauðvín? Fólk var að gera þetta Ég eiginlega með sömu sög og blöð. Ég nefnilega eðlaði mitt eigið partí líka, en ég gerði það viljandi sko. Þú hefur nú eðlagt nokkuð partí. Já, ég Nokkur? Eitt partí er svona stuttsaga, þú veist, þá mætti ég eitthvað þarna, þú veist, sem nánast eitthvað báðflenna og ég ákvaði að fara á háhesta á okkur gæi og enda á borðinu, þú veist, að sauma í vönu og kom sjúkrabíll, ég rotaðist. Þá bara dó partíi kl. 12, fengi allir svo mikið sjokk, ég held aldrei verið dauður sko. Ég myndaði svo allt sko. Það er bara 2 ár síðan sko. 2 ár? 2 ár? Það tala bara þú varst Nei, ég er með myndaði sér Hvað var dóttin að myndaði bara? Nei, þetta var hjá vinnufélögum konuna sko. Hún gæti ekki mætt í vinnu. Eftir að segja mér að sko, fyrir 2 árum þá varstu bara, þú veist, 38 ára gaman Hann doppaði mín og sögðu, þetta var fyrir 2 árum Mér var svo fyndi, hann var eitt gæi sem var að vinna með konu, hann var svo stór Ég sagði, þú veist, ég hugsaði eitthvað, ef þú tekur mig á HS myndi ég þá ná bara með hausinn upp í loft og hann var eitthvað svona líka hullur og setti mig upp á HS og hann einhvern veginn svona hann var alveg til í það Já, hann hrasaði með mig og ég endaði með andlitið á borðinu og það var allt út í blóði og svo bara kom sjúkrabíll og af hverju kom sjúkra og Valdís var actually að hugsa að fara ekki með minnur á bráðamóttöku, hún var það pyrruð og svo vaknaði ég bara með eitthvað 4 spor í vörinni og hérna Þú ert að sauma? Já, þú ert að sauma, já, það opnaðist þetta bara vel sko Það dætti næstan jók Rikki fær Griswold stíði þarna Sko, málega það er 1-0 fyrir Rikka í The Griswold Þannig að þú færð stíði þarna, Rikki, það er ekki hægt að taka Ég skal sína ykkur þessa myndir, ég veit ekki hvort ég setja hann á netið Rikki hefur líka sopnað á græjónum Já, það gerist einu Var það ekki brúðkaupi? Það var á Ópus, ég var að spila grílurnar og svo sopnaði ég á græjunum og svo Ópus að spila grílurnar og svo hennar Sisi, svo var eitthvað sem ítt í mig og ég setti þær aftur í gang og það var allt vittlust í húsinu og endaði með að það var eitthvað dyröður sem fleiði mér út á DJ-búrinu Ég læriði mínu leksíu þar Herru, hérna sko, Rikki er eiginlega, þú veist, ég er spæði slæta 2 punktum á hans Já, því hann var að Rikki er Griswold Sérstaklega því hann var líka Ópus með að spila grílurnar 2 Þetta eru 2 punktar Herru, hérna Þetta var hip-hop staðu bæðu sko. Já, það gerir þetta allt saman ennþá Sko, máli er að, ok Önnur spurning, hafið ykkur til að fara á bar og ekki tímt að hendi ykkur í 2-faldan en beðum einfaldan en góðan Nei, það er ekki Herru, hvað, viltu einfaldan 2? Herru, ég ætla að fá einfaldan hafa hann góðan basically að betla 1,5-faldan Ég gæti fengið stíðan að ég gerir það alveg reglulega með sem það dag í dag Ég fer stundum að beðum 1,5 en þá er ég samt að hugsa að ég vill ekki að sé ómikið ávíkist bara af geninu mínu, veist hvað ég menna En sko, ertu að borga fyrir 2-faldan Ég tengi ekki við því alltaf því, þú veist, í þau fáu skipt sem ég panta með stert, þá er það bara alltaf 2-faldan Þannig að þið hefur aldrei lappað á okkur skemmtist Það fáu skiptu sem færi stert, Rikki, hvernig er þetta að reyna að plata? Byrjar ekki alltaf dag og jaga Ég bjórmar, ég er ekki Ég sé þið með Kúpa Líbri í æð Já, það var frá þér Sko, ég hef séð þið drekka mjólkurglös 2 mjólkur af jager, sko Já, ég veit það, en þú veist að það kallast flokkast sem sterkur Já, drekkur ég veit það 40% eitthvað sluðis Herru, en hérna, sko Jager er Jansson í blóðinu Þannig að þið hefur aldrei tekið, herru, ég ætla að fá eitt hérna Gin og tónik, já, ok, viltu einfaldan eða 2-faldan Herru, ég ætla, höfum maður bara einfaldan en höfum maður góðan Ég hef ekki tekið þetta Aldrei tekið Herru, ok, þá bara, Rikki, þú farið vantilega punkt hérna bara fyrir þá Því að upp á, fyrir hérna Það reynda að ljúa hraðar Nei, jagermasterinn Þú ert að drekka mjólkuglós á honum alla dag Það er ekki spurning Það er ekki spurning Hann farið ekki Já, ok, hann farið 3 Slaki á Nei, ég ætlaði bara að gefa þér í stig Þú vilt vinna þetta Herru Nei, þú vilt ekki vera Griswold Herru, hafið þið skitið í ykkur? Þá er ég að tala um bara mannaskítur í nærbuxur Já, bara sem krakki Nei, ekki það Ég er að tala um þegar þú ert hættur að kúki bleiðu Já, ég veist, en þá var ég 5 eða 6 ára og það ég netti ekki heim, ég sagði ykkur þessu sögur blöðkastinu Já, ekki, þú varst fljótur að segja þú hendi strax Ég hef ekki gert það sem fullorðin maður 2 ár síðan þú, Rikki? Nei, ekki, þú veist Ekki varstu bara að skíti í því þú fórst á borðið Nei, ég var ekki búin að því Það var eitthvað slís Það var bara í hnébeyju Skeist þið hnébeyju? Ég var bara búin að vera tæpur í maðunum og bara það var þannig átök að það bara kom en það var ekki allt út um allt Hvað er það langt sér? Það eru ykkur 4 ár eða 5 ára eða eitthvað Það var í sporthúsinu bara Þetta var ekki það alvarlegt, ég fóð bara beintin í búningsklefa í sturtu sko. En kom blettur, þú veist að utan, eða skeistu meira svona inn í bara raskina það var ekki svoleið, ég er sem segja þetta var ekki alvarlegt Nei, þú kúkaðir ekki í þig Ekki svona Þú sjartar Já, eitthvað svoleið En þegar þú fórst á klóstið til að setjast niður og skeina og svona og leist niður, var þá í narjón
Væntanlega. Þá var þetta stig. Já, ég ætla bara að sérta. Herru, þá Er þetta ekki búið? Þannig þetta 3-0 Nei, já, þú vannst 3-0. Já, þú fegst aukapunkt. Þú fegst 2 punkta fyrir að hafa skemmt partí. Þú skemmtir það svo það var sjúk. Það var geggjum saga. Ég ætla að sína ykkur myndina hérna í Já, á netinu, beint á Twitter. Það er fólk að hlusta. Nei, ég er ekki að setja. Ok, við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að fara í spurningkeppni Gilsarnas, hann er búin að senda spurningkeppni, tala dónalega og fleira, þannig ekki fara langt. FM 95 Blöð. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957, ánægð með okkar besta mann Gústa B. Það er íslenskt, já takk, það er íslensk tónlist í dag í FM 95 Blöð. Ég er að fíla, herru, við verum að spila nýja þjóðtjálægi eftir. Tökum það næst. Herru, nýja þjóðtjálægi var að koma út með Gauta, það er geggjað, við ætlum að spila einu smástund. Ég er ánægð með sko Gústa að vera í stúdíónu. Hann er að standa sig helvíti vel á tökunum. Það er alveg, þetta búið alveg partí tónlist. Það er eins og ég hef tekið hann í kennslu 10 ára á tökunum. Já. Þetta er eitthvað sem þú getur ekki, ég kann þetta, sko, þetta er ekki fyrir alla. Gústi hann er að klippa hluti og hann er að gera alls konar þetta eitthvað sem komin aðeins lengri en ég á tökunum. En herru, það er komið að dagskulið sem að þetta er pínu bara svona eins og plástur, það er bara að rífa hann af, við erum að tala dónalega. Já, það vill enginn gera þetta en þetta er samt á dagskrá og við þurfum bara að klára þetta. Ég held þetta sé sá liður sem ég er oftast beðin að fara í þegar ég er að posta ykkur á Instagram að þátturinn sé að detta inn í dag og það er að tala dónalega, við drófum á hann og ég þarf að tala dónalega við Rikka G. Ég er að spá sko, er ekki núna, ertu með eitthvað sérstakt lag undir sem þú vilt hafa þig á Gústi að finna? Skrifa eitthvað niður? Já, ég þurfti að vera að semja þetta. Hvað, ég ætla ekki að semja þetta staðnum? Þetta er ekki, já þú þarft að vera með punta, annars er þetta alveg agalegt. Já, þetta ekki bara að koma frá hjartanu það? Jú. Ég þarf að vera með eitthvað sem ég á að kalla á þig. Já, hvaða lag, Rikki, hvaða lag kveikir þér? Það myndi hjálpa að vera með eitthvað svoleiðis undir, látt undir. Hvaða lag? Ég bara hef ekki hugmynd. Hvað myndur þú setja á? R&B, myndur þú setja á rock eða rap? Nei, bara balluð, bara svona 80's balluð, Foreigner, I wanna know what love is. Hendum henn undir. Getur þú fundið það fyrir okkur, Gústi, á Spotify? Foreigner, I wanna know what love is. Það er lagið sem kveikir í galla. Það er bara fallið lag. Setur þú svona á þegar þú ert í gýri? Vá, hvað þetta er óþægilegt maður. Já, þetta lag er ekki að hjálpa þessum lið, það verður að viðkennast. Þetta er bara orðið óþægilegt. Ég hefði frekar sko, hefur ekki viljað bara fá eitthvað hás eða eitthvað? Jú, líka sko, ég er að fara að tala dónalega við hann. Já, þú veist. Það er með eitthvað svona cozy lag undir. Það er ekkert sexy við svona tónlist, sko. Herru, hérna, Gústi, nennur að henda í Smack My Bitch Up með Prodigy. Nei. Já, það þarf að vera eitthvað, jú, ég get ekki verið með þetta undir. Smack My... Já, hendur því. Hanna, nú segir Rikka fyrir mig maður. Herru, ég teitra, ég er bara stressað. Nú segir Rikka fyrir. Nú byrja að veistla. Sjáu undir handið. Hann er bara kósveitt. Herru, klárum þetta bara, þetta verður alltaf óþægilegt. Já, ég er svo ánægður að vera ekki partur af þessu. Ok, tilbúin ekki. Jæja, nú verður þú fylltur hérna kleinurringurinn. Ói, barast. Hvað, þetta verður ekkert svona, þetta er ekki eitthvað. Sko, þið vitið að þetta setja svona sós í kleinurringi. Ok. Skrýtti áttuna mér hérna sveita svínið þitt. Hvað, þú veist, maður samt, ég ætla að fá að stoppa þetta. En hérna, þú veist, hvað á þetta að gera að kveiki mér? Kalla mig einhvern fylltan kleinur svín. Nei, ég verði þetta að segja þetta margótt, sko. Það er, ég get lofa einhverju, það myndi enginn vilja vera að kalla það svín á þessum tímapunkt. Það talar enginn svona. Vitið þið hvað BDSM er? Það er að niðurlæga. Það er, þegar þú ert að tala dónalega, þá vill fólk láta niðurlæga sig. Ég held að sé Er það langt hjá mér það? Já, ég held sko að sé ekki endilega niður Já, en það er, ég held að niðurlega sé samt örglega eitthvað annað ég veit ekki Já, og segja til Skríti áttuna með sveitarsvinni, þetta er ekki satt með það Þetta er bara ræðilegt Ok, leggstu þarna kjötbólaðin Nú kemur sósa yfir þig Þetta er ekki búið, þetta er bara kaftaði Það er að koma sósa yfir kjötbóluna Þetta er bara, þetta er vestar sem ég bara þetta er svo Hvað gilsar hann að senda þér Nei, ég sverði upp á lífið Ég var að semja þetta, mér finnst þetta bara óþægilegt sjálfur En ég er, maður á að tala dónalega Mér finnst það óþægilegt að vera að horfa á ykkur Skilur konseptið að tala dónalega í rúminu Já, ef þetta lagur undir Bara, ég langar svo í þig þarna Þú veist, það er að tala dónalega Ég er ekki bara að segja það við ég ekki sko Já, þú ætla bara frekar að niðurlæga mig Ertu þyrstur að hann fyllir afturriðin? Já, herru Því að hér kemur drikkurriðin Já Þetta er bara komið gott Herru Farða verðulega íbúðina fasteignarsaliðin Þú ert að fara að fá einna gamla skólanum núna Jesus Já Herðu, já Já, ég veit ekki Já, þetta er bara Sorry, mér er aldrei liðin síðla á henni Ég vil frekar að ég tali við mig, sko Þetta er ekkert að hrika Þetta er ekkert að fara að skána mikið þetta, sko Áttu meir eftir það? Nei Þetta er ekkert að kalla frekar bara svona Herru, kottu hérna Bánsiðin Vondi strákur Eitthvað svona, já, nákvæmlega
Ok, ef ég myndi liggja núna með þér og segja kottu að það vondur strákur, finnst þið það Já, þú veist, betra það heldur er alltaf meiri möguleik að ég svona taki með, sko. Ég er náttúrulega ekki að reyna að sofa hér, ég er að reyna að kveikja. En erum við ekki einhvern hlut, þú veist, erum við ekki að... Já, ég svolítið sé þetta fyrir að ég sé, dominator í bitja. Ég var lengur hlaupin út í íbúðinu. Já, sko, málið ekki, sko, blöð gæti líka verið að láta þið heyra. Já, það er það sem ég er að gera, sko. Já, það er svolítið annað, sko. Já, haltu áfram að gera það, náður þetta allt annað. Láta hann heyra. Láta hann heyra það? Já, láta hann heyra það. Nei, þetta er bara komið gott. Láta hann heyra það? Nei. Hvað kemur næst? Nei, þetta er bara orðið helviti Þetta er ekki svona, kallaði hann eitthvað? Já, það er komið dræfur inn í... Nei, þetta skiptir ekki máli. Já, golftengi. Já, herru. Þetta var talað dónalega og nú mann ég ákvöru að það tekur alltaf reglulega pásu. Kosti, áttu ekki eitthvað gott lag? Ég held að þetta sé komið í eiliða pásu. Er það ekki? Herru, jú, þjóðatíðalag. Það er gott að fara inn í svona kósi þjóðatíðalag eftir þennan dagskrálið, Rikki. Hvað gerum við frá 0 upp í 10 þarna? 0. Þannig að þú ert ekki að fara sjóðandi heitu til Valdísar og eftir? Eins kaldur og eftir. Það er hárið eftir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, drengir, sólin, hún er ekki að láta sjá sig Ólafsfirði á spáð 17 stegi hita á sól. Okkur er alltaf þannig að vonda spáin stendst en ekki góð. Sko, ég segi nú ekki vonda, þú veist, það er... Ég er að segja að þegar það er spáð vondu veðri, þá stendst það alltaf. Þetta er 16 stegi hiti og þurrt og fyrir mér er það bara besta veður sem ég hef komist í á Íslandi í allavega einhver 1-2 ár, sko. Siggi Stormur var hjá okkur í blöðkastinu á þriðjudaginn og hann lofaði að, já, sumarið væri að detta inn núna í júní. Pælið því sem var. Það var undir 18 stigi hiti og sólinn í gær. Já, pælið því að ef maður byrður ekki meira en 15 gráður á sumrin þetta og þurrt. Já. Maður er ekki að byggja mikið. Ég er ekki svona að byggja sól. Hefur þú komist í golf í sumar? Nei. Ég hef aldrei, ég var að kíkja á golfboxið mitt sem ekki allir vita hvað er. Ég var að kíkja hvað ég hef búið með marga hringi í maí í fyrra. Ég hef búið með 13. Já, ég hef búið með 0 nú. Já, en ég sá það líka ekstra, þetta er vesti maí í sögu mæli að síðan að þið byrjuðu að mæla. Hvernig byrjuðu það að mæla? Já, ég meina, þú veist, eins og ég segi, ég man eftir mér sem krakka úti í fótbolta í sól og það voru stuppbuxur og bollur. Sko, maður man alltaf bara góðu minningar, sko. Þetta er góð punktur. Og svo voru ekki að rifja upp fyrir að pappiðin var að berja þig í rigningunni, sko. Bara góðu minningar það eru bara það var samt það var, ef þú hugsið þetta, það voru, veturinn var skemmtilegri, það var miklu meiri snjór og miklu betra sumar. Kannski er það bara svona minningunum, kannski líður krökkum þannig núna eins og við erum með börnin hérna með okkur Ólafsfirði fyrsta sinn, við hefum komið hérna hvað, 7-8 sinnum, nú er bara öll famlega með. Nú er bara öll fjölan með. Kannski er þetta bara æskuminninga þeim að það verið ekki að vera over í pottinum. Ég ætla samt, ég verða að spyrja það einu blöða því að þú ert að segja að ég sé svo blautur en hérna, nú voru þínir menni í Tindastól Íslandsmeistarar og ég hef aldrei séð gæja sturlast eins mikið. Þegar leikurinn var búinn, þá fór ég beint út á gólfið til þess að horfa á blöð, bara viðbröðun hjá blöð þegar þetta var klárt og það fóru einhverju leikmenn bara beint að blöð eins og blöð ætti bara Tindastólslið og nei, ég er náttúrulega hljópar þarna, ég vissi ekki hvernig þetta haga. Ég bara, það var svo gaman að fylgjast með þessu en hérna, hefur runnið síðan verið Íslandsmeistarar? Já, veistu hvað rugglaður, reyndar, jú, síðasti fyrsta, það var síðasti fyrsta. Það er eitthvað málið, sko, mér var svo svalt, þú stóðst actually við eitthvað hvað er þetta, 2-3 ára gammal logur það? Já, 3 ára. Og ætlar að taka allt Tindastólslið og fyllir í það átti bara að vera Arnar, en svo bara fór að segja, þetta var ógeðslega gaman. Nú er tattu og eftir. Já, herru, helvits krókudill. Ætlar þú að fá það líka? Ég kem bara, mér finnst þetta ekkert stór ákvörðu, sko. Nei, ég er að fara að setja krókudill á mig, sko. En Blöð, hvernig var að vera á flöskuborði með hérna körfuboltaliðið Tindastóls? Ríkilega gaman, það var bara algjör veisla, sko. Hvernig það var að flöskuborði með blöðarunum á átó? Það er að spyrja strákana því. Það er rándist. En ég meina, þú veist, er þetta bara búið að vera æsku minning bara, þú veist, það var bara æsku draumur að rætast að, hérna. Já, þetta grínast, það er bara, frá því að ég var, 11 ára, þá var ég með trommundar í síkinu, bara snarrugglaði með Sakka, besta vinni mínum bara, og þjálfararnir í hinum liðum að kvart undan hegðun okkar og svo var ég alltaf að kynnin liðið og það er mjög fyndið, hvað heitir hann aftur hérna, heitir hann ekki Eggert sem að, og Sköllóttur var að með í alltaf í körfuboltanum. Jú. Já, því að ég kynnti einu svona lið, hérna, fekk þetta svo í hausinn, þegar nú er ég sjálfur Sköllóttur, að þá var ég að kynni liðin og það var eina skipti sem var kvartað, því að ég dissaði alltaf hinn liðin mikið, ég var svona 13 ára, kynni liðin, svo bara já, þá var það lið, ég er nummer 6, það er þessi Sköllóttur þarna, nummer 7, man ekki hvað hann heitir, hann getur ekki neitt og eitthvað, og það ég er eitthvað kvörtu þetta leiki, bara heyrðu, þetta er mesta vanvirðing sem að bara við upplifað sem körfubolta
körfuboltalið og eftir það mátti ég ekki gera þetta en ég kynnt alltaf í liðin og það grínast bara ég seti þetta með börnunum og þegar United vann í Barcelona. Hvernig þú varst samt bara með einhvern vininum, þú varst eins og með Eyði og voru þeir alveg að styðja Tindastól og hérna? Já, ég held að allir haldið með stólunum nema að hafa verið alveg sko djúpur valsari sko. Meirins að ég sko sem djúpur valsari, ég svona það er ekki hægt að vera full sko. Já, einan alltaf sem börgamann sko, þú veist, okkar maður Eikoks hjá Val sko, þannig að þú veist, ég fá hann bara í stólan. Já, það er ekki þægilegt að fá, það er ekki þægilegt að fá skilabóð frá honum fyrir stóra leikin, úrslitaleikin, heyrðu, ertu ekki örugglega Valsmein í kvöld? Vissi betur. Já, en máli að sko, já. Þú veist, Grettismar, þú ert búning með þessa. Já. Þetta að fara með Stóni á hérna körfuboltaleik. Það er gaman. Það er fáránlega gaman. Nei. Spyr hann, er þetta þryggjast eða er þetta tveggjast, er þetta vítið? Þetta er svona svipa að fara með Steinda körfuboltaleik eins og að keyra með Tetta frá Reykjavík til Akureyrar. Það er bara basically bara eru komin, ég er svangur, hvað er þetta? Ákveður þetta þessu? Hvað er hann að gera? Þetta er eins og að vera með litlu barni. Já sko, máli er að ég eins og ég segi, maður kýst að tala um leikinn. Þetta er Ég talaði þetta eftir úrslitaleikin í fyrra sem fóru nú ekki að vel af því að þá var ég var nú svo ógeðslega tapsár og reiður. Þá var Steinda alltaf bara ákveður hættar ekki taka þriggja, þeir hitt ekki ákveður fara ekki bara í tveggjast eða sko það munar bara einu stíi, ég bara segi já, góð pæling þeir ætti að gera það. Ég var að verða rugglar á hann. Já, það sem ég var að gagnrýna aðalega var það þegar stólarnir voru að leiða leikinn yfir í leiknum, þá voru þeir að nýta skotklukku illa og taka þriggja langt fyrir utan. Ég var að segja, nýta klukkuna og taka tveggja. Máli er að ég sko, Pavel hlusta á þáttinn, kom skilabónum áleiðis og þeir eru meistarar í dag og ég bara get ekki verið stoltar að King Pavel mætti á djammið með okkur og hann fór á flöskuborðu í karaoke og það er eins gott að hann mætti Pavel? Já, hann er geggjaður hann ég ætlaði að fara að hella í glas fyrir hann og setti vodka og svo hvað bland viltu? Er það Red Bull eða hvað viltu? Ég er russi. Ég bara, hvað vilja russar? Tók bara glasið. Já, bara vodka. Það bara dræjar. Já. Þá engin þingasann og nei, sko, þetta er alveg rétt hjá hann, en sko, ég held að ég get samt ekki drukkið bara dræja vodka. Já, bara eitt skot. Ef hann er kaldur, geimdur inn í fristi, sko, þá held ég að það sé allt í lagi. Há maður að fara að skoða þetta. Það slepp öllu blandi. Ég meina að þú ert að blanda þessi blandi sem gerir auðvitað. Bara sigraði drykk. En áfengi orkudrykk. Já, það er stórættilegt. Já, ég meina þú veist. Ekki nema sér selsi þá ertu góður. Góða punktur. Sammála því. Já, eigum að fara í Sturlaðar. Já. Ég er tilbúnar. Reitt hrósaskítur eða? Ég gleym, ok, ef ég næ að gera hann on the spot þá var hann lélugur, ég ætla að gera það hann. Kottum einn á leiðinni. Fyrsta, hrafnar og úlfar vinna saman in the wild því að hrafnarnir fljúa úlfunum af dýrahjörðum svo borða þeir afgangin. Mér fannst eitthvað töff við þetta. Hrafnar? Ertu ekki að tala um bara hrægamar? Hvað er raven? Er ekki hrafn? The smartest of all birds, segir. Þannig að þeir ég veist ekki að þeir voru kjötætur. Svo veit ég ekki bara hvernig byrja svona. Ég veist ekki bara fólk sem er að geta ykkur að mafka. Nei, ég getur ekki hrafn allt. En hvernig byrjar þetta á að hrafnarnir séu að segja úlfunum bara follow us? Öskra eitthvað. Hvað eins og úlfunum skiljið það? Ég er náttúrulega að vinna í útvarpi og ég vil ekki þykjast að klára en ég er nú haldið að hrægamunum væri eini fugglinn sem væri kjötæta. Nei, þú ert pottið að verða þetta skam. En svo náttúrulega var máfur sem að sko átt ista manni daginn, þannig að þetta var til þessu. Ég sá ekki eitthvað vídeo á máfur sem bara gleypti rottu í heila lagi. Jú. Mávar eru bara held ég ógeðslustu dýrin að núti. Ekki að minni vakt. Svo er það næsta, a sea slug. Vitið þið hvað það er? Nei. Af því að það er eitthvað sjáadýr og ég gæti ekki eins og googla. En allavega, a sea slug sem er sjáadýr getur losað sig við líkamann sinn og byrjað aftur ef það er ósátt við hann. Það var það myndi bara éta yfir sig og bara ditsa þið böður í. Já, svo bara, ég er ósátt við hann líka maður, nýr. Svolítið svo snákar gera, þeir fara í hamskipti. Þetta er að síslög, ef það er eitthvað sem veit hvað þetta er, þannig að ég senda mér það. Þetta hérna er áhugavert, ég vissi ekki einu svona að þeir væri going strong, sem þeir eru náttúrulega ekki. Munið eftir MySpace. Já. Tom. Voruð það á MySpace? Tom var alltaf online. Varst ekki MySpace? Ég var ekki MySpace, en bara margir af svona flottustu tónlistamennum í dag byrjuðu þar, sko. Já, og gæst alltaf fengið að vera með 3 eða 4 lög á prófálniðinu, sko. Já, ég man þetta var algjör bylting fyrir mann. En vitið hver það er?
One Republic hljómsveitin þeir voru uppgötaðar á MySpace. Já, ok. MySpace misti allt sem kom inn fyrstu 12 árin af serverinu sínum vegna mistaka. Nú bara efnið þarna inni sem kom eftir 2015. Þannig að basically ekkert hefur einhver sett eitthvað á MySpace. Eru þeir going strong? Eru þeir ennþá til? Já, og hvað síðan 2015? Þannig að núna ef þú myndir fara inn á gömlu MySpace-íðina þá, maður myndi aldrei muna loginni sitt, en þá allt farið af því að það klúðraðist. Jú, MySpace til. Já, og þeir eru bara með efni frá 2015, þannig að ég held að sé nánast ekkert að þinni. Ríkasti köttur heims erði $13 million daginn. $13 million. Sko, og hvað ætlar hann að gera við fyrirkynni? Það veit ég að það eru bara Köpa sér viskas? Köpa sér fullt af mat? Hvað minnur? Hvað er 13 miljónur? Hvað er billion? Það er bara einhver milljarður. Já, þetta eru sinnum 130 og hvað, 5 eða eitthvað. Það er alveg peningur. En þú veist, hann alltaf á þetta samt ekki. Þetta er ekki skráð á kött. Þetta er skráð á hann, en svo er bara eitthvað sem þarf að sjá köttin. Já, ég verði til í það. Já, en það var Hvað minnur? Það er ekki hægt að skrá pening á kött. Jú, það var stuðningsmaður Breiðablik sem daginn sem erði Breiðablik 200 milljónir. Já, ég heyrði því. Já. Merkilegt dæmi. Hann álega ekki að setja á kötti sinn. Nei, ég held ekki sko. Allavega í Bandaríkjunum. Það ekki kæmt. Þú getur gert allt í Bandaríkjunum. Þú skrifar erfðaskrá og bara Í Japan máttu giftast kottaniðinu sko. Já, en hvað gerist ef þú myndir, ef ég myndir núna segjum að þú myndir gefa ketti allt svo átt, villiketti í göttunni, þú myndir bara ná honum og fara með hann til sýslumanns og heyrðu þessi köttur og allt sem já. Þú veist, hvað gerist þegar hann deyr, skilur og einhver kettlingur þetta eða? Já, það er náttúrulega bara í hans höndum. Hann þarf að mæta og skrifa góð pæling hjá Steindar. Ég skil, en þetta er Bandaríkjun maður. Þetta er ekki bullshit samt sko. Nei, ég meina ekki við varst ekki með hrossaskít. Herru, þetta er eitthvað sem ég vissi ekki eitthvað sem ekkert. Jú, mér fannst þetta pínu áhugavert ég var hendað þessi í gerð. Flugmaður og aðstofaflugmaður mega ekki borða sömu máltíðum borð ef að annar skildi fá matareitrun. Það borða aldrei sömu máltíð. Getur ekki flogið við, menn Rikki tók hérna á deadlift með matareitrun og það var ekki með matareitrun, skeit í sig af áreynslu. En getur ekki flugmaður flogið með matareitrun? Ég veit alveg viðbjöður, en ég minna út með fucking flugvél, þú var að lendin. Pappi þengi ekki klárað að vesla í Nóatúni. Jú, hann gat hann kaus að, þú veist, það er miskilningurinn, hann gat klárað að vesla. Hann hendi frá sig körfinni. Auðvitað, því hann vildi ekki og sagði drullið ykkur út í bíla. Já, af því hann vildi ekki, það er því hann vildi ekki að það færi fram þar. En ég minna, ef þú ert inn í flugvél og þú ert með 300 mannslif aftur í og þeir eru illt í maganum og æla okkur skýta og guppa, þú lendir samt yfir. Hefur þú fengið matareitruna? Ég veit alveg að matareitrun er viðbjörn. Ég fengið matareitruna, það er bara, þú veist, þú ert bara nær í Tyrklandi 2007. Þú lendir vél á sama tíma, á válið það, ég vissi ekki hvori meginn það var að koma. Ég held ég var að fara að æla og hendaði með, ég byrjaði að æla svo sá ég að þetta var að koma hinn með þeim, ég þurfti að snúa mér í sturtubotnin og það fór niður þar. Ældur á kúkinu? Nei, ég þurfti að snúa mér á klósettinu, ég var að æla í klósettið, svo fann ég var að koma niður og þannig ég þurfti að snúa mér til þess að hitta í sturtubotnin með hitt. Þetta er bara svo að vera á klósettinu með fötu í Nóró. Já, fullt af fólki sem er að hlusta sem tengir við. Þú getur ekkert gert. Áttu það bara að vera að fljúga flugvél? Nei, ég er að segja sko, ég get ekki skriðið inn í rúm. Nei, ég veit, sko strákar, treysti mér, ég er ekki að gera lítið á matareitunum. Ég veit að ég var eins og erlendis með félaga sem vekk matareitunum og hann var bara rúmliggjandi og gæti ekki hreyft sig. En ef þú ert að fljúga flugvélni, goddammit, þú lendir flugvélni. En er ekki bara ágætis regla annar þeirra sé þá í lagi? Ég get sagt ykkur eitt strákar, leikarar á Íslandi, íslenski leikarar í leikhúsunum. Borða aldrei sama matinn svo það getur leikar. Nei, en veistu hvað, ef leikari í leikhúsunum fær ælupest, það er ekkert eitthvað, þetta er ekki eins og eðlilega vinnur, það er ekki þetta er það sem ég hef ekki reynslun á þessu, en ég hef heyrt þetta, við þekkjum marga sem er að vinna í leikhúsunum. Þetta er ekki, þú hringir ekki til veikan, þú bara mætir og þú ælir bara milli atriða. Steinþór, að fá ælupest það er bara ekki á appelsínu sko. Ég var til að henda einni Nóró á þig. Já, bara nánast til í það sko. Var til að henda einni Nóró á mig? Ég fengi Nóró. Það eru pör sem að stríða hvort öðru endast lengur eða pör sem eins og stóð eru með að banter. Já, en ekki að þú er hvað hefur þá að segja um þetta TikTok fjölskyldunar og TikTok pörin sem er alltaf ykkur svona gervig pranks. Það er mikill munur að vera að reyna að ná sér í followers með að vera að ljúa árundum heldur en að vera fíblast aðeins sko. Eru þið með bandir við konundan ykkar? Já, og mín er alveg duglega að skjóta mig líka og það er gaman sko. Hvernig bandir er þetta að vinna með? Ég er bara, þú veist, aðlað í hátíðana hvort sem ég er búin að slökka kaffivilni og eitthvað svona sko, þú veist. Steindi, hvað er þú að vinna með? Ég er að vinna alltaf með könnun, það gerir Rakel alveg bilað sko, ef við liggjum upp í rúmi. Ég er alltaf að reyna að fá, við erum alveg að fara að sofa, þá er ég alltaf að ná aðtiklina eins og sé eitthvað ógeðslega merkilegt. Já, hún er að sofna. Nei, þá myndi ég liggja bara, við erum ekki búin að segja neitt lengi, hún er að sofna, ég bara, nei, anskotin varst að sjá þetta. Hún bara, hvað?
Það voru að velja þið heitustu píuna inn í Fossvoginu sko. Og það er svolítið bandir. Hann er alltaf að ná aðeins hennar til þess að og hennar bandir hún alltaf að setja titlinga í allt drasli mitt sko ég er mjög stríðin það sem ég gerir stundum heima sko sem er eiginlega ekki það vinsalt það er vinsalt á krökkunum sko en ekkert endilega vinsalt hjá frúnni sko það er að ég sko ég byrja alltaf inn með leikþátt þá bara byrja ég að leika eitthvað svona og stundum set ég, þú veist girði mig allt og hátt og er að leika eitthvað og er með eitthvað svona vesen eða, þú veist, leika dýr og með svona leikþátt erfitt að útskýra þetta sko Gægjaða band Svo er það næsta Dolly Parton samdi Jolene og I Will Always Love You á sama degi hún byrjaði að semja Jolene og eins og hún segir hér mér fannst ég verið í stuði þetta var svo gott lag ég ákvaða hendi annað og þar kom I Will Always Love You Jesus Þetta er ekki toppað á sama degi þetta eru tvö bara en hún náttúrulega er engin eðlilegur listamæður sko. Hún er snillingur Sá heimildamindum hann og hún er gegn hún er alveg Ég veist ekki svona samið að hún er rosalega sko En vissi það Prince samdi Nothing Compares to You sem Sinead O'Connor ekki hugmynd Það er Prince-lag Þetta er líka svona misjamt þú veist þetta er eins og það var heimildamindum Elton John hann sagði sko stundum tekur 10 mínútur korter að semja lag og stundum getur að tekið hellingstíma svona íslensk dæmi, svona fun fact eins og að því að ég var að tala um þetta bara eitthvað daginn við minnum mig Frikki Dór Bleikur og blár Það var sami bara á no time í stúdíu meðan eitthvað annar lagi kannski tekur marga vikur Þetta er bara hvernig stöðu úr því Þetta voru sturla staðreyndir við skuldum auglýsingar og svo höldum áfram það er komið næsta spurningkeppni Gilsarans sem hann sendi Steinda Djúr Það er ég að fara að skoða það fara að raða þessu upp FM 95 blöð á FM 957 Já, ég veit eitt sem er sáttur heima sér í Kópavöðin núna það er Egill Einarsson Rain Over Me fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 blöð fyrir cirka 12 árum síðan það er Rain Over Me, það var það heitasta lagi Það er ekki til stærri aðdáðandi, þú veist, en Egill sko. Nei, sko, Pitbull, þar er hann ekki að fara að hendi eitthvað alveg hittara, landsanum fengum hitt frá Pitbull Sko, það getur vel verið að hann sé bara, er hann ekki bara hættur? Nei, hann er að túra, sko Er það, túra? Ég held líka, sko, að mér er stótt gaman að fýblast í aglið með þetta en nú er Egill, ekki ég held að sko hann á 5 eða 6 lög sem hafa farið á toppinn og það er talað um að þú nær 7 lögum sem hafa farið á toppinn og þá þarfst aldrei að vinna aftur á æðinu það er alltaf að ferðast ef að Pitbull væri maður myndi alltaf að fara á Pitbull maður væri í Svíþjóð og myndi segja herðu það Pitbull tónleikar í kvöld Svo spurning bara þú veist hann er samt kólnað þess Já, langt sérna með hittara ég meina svo spurning bara hvað á hann í þessu ég meina ef hann á masterinn af þessum lögum þarf hann aldrei að vinna aftur sko ef það er eitthvað blötuútgáfa sem áta þá á hann ekki neitt sko frá 2010 til 2013 var hann óstöðandi Já, það er akkurat þegar FN blöð var að byrja En talandi Gilsarans það er komið að spurninga Gilsarans og það er Steindi Junior sem að sér hann í dag Já, ég er bara sko fyrst var ég mjög þakkláttur að þurfa ekki að keppi í þessu og svo þegar ég fekk Fekkst þú að spyrja, baðstu bara um það? Já, nei, hann bara sendi á mig bara alltaf þú að taka þetta dag og ég og sko svo þegar ég fekk spurningar þar þá fór ég svona þarf ég að fara að bera þetta undir á mig Þarf það að eitthvað eitthvað? Nei, þetta er ekki þannig þetta er bara sko en ég vil taka það fram að ég kom ekki nálægt í að semja þessa keppni þetta er bara frá Agli og þetta er King of being a showmaður og ef við ekki bara vinda okkur í þetta sko Það er ekki eftir neina að biðja Er það nokkuð? Nei Sko, ég ætla bara að byrja að spyrja ykkur eru þið man of the sea eða? Alls ekki, nei. Langt frá því Ég meina, þú ert samt ekki, sko, þú ert með Skagafjörðin í blóðinu þú fær ekki mallan á Herjólfi Nei, ég verð ekki sjóveikur, sko Ég er flugrættur en mér líður betur í flugvélinn á skipi Já Hvað, þú ert algjör auðvitað, þú getur ekki ferðast nema hvað, í bíl? Elskar bíl, nei, ekki bíl Verður ekki bílveikur? Alls ekki Herðu, King of being a showman Ég fór á trillu með Sveppa, ég auðvitað á Sveppa og ég hef verið kallar auðmiki síðan í Grindavík þetta var eitthvað trilla á Grindavík hann sagðist aldrei að séð annan eins auðmiki ég get alveg ímyndið mér það sko já, ég meina þú veist þetta er bara ekki fyrir mig nei, og það verður komið þess inn á þetta ég get lofað eitthvað því Herru, fyrsta spurning, hún hljómar svona hafið þið unnið mjög erfiða líkamlega vinnu hefur unnið mjög erfiða líkamlega vinnu já og það stendur hérna allavega í sviga hérna hjá Agli rúmfattalagarinn það líkamlega erfið vinna ok, þá bara er líkamlega erfitt að vinna á lager
Greinilega Nei, hvaða líkanlega erfiðu vinnuðu þú vinnu? Ég var að vinna sem múrari Varstu sem múrari? Múrari? Pappi var múrari, ég var komin í nám og allt. Ég hætti bara eftir nokkra mánuði. Í alveg? Tókst ekki sveinin? Nei, ég nefndi ekki, ég bara gati ekki orðið múrari. Ég bara vildi ekki að það myndi gerast fyrir mig. Leiðileg vinna, en ég kann vel við alla múrara og bara kúta á það. Hætti sem múrari og vart múraður í dag? Jesus. Það er samt alveg, þú veist, það er a real job. Já, það var erfitt. Ég var að bera fötur upp í venjulegum stiga upp á svalir, bara svona múrfötur. Þá fær ekki stig þarna ekki. Ég hef aldrei unnið erfiðsvinnu. Hefur aldrei unnið erfiðsvinnu? Þetta er aumingi. Hvað mennur, varstu bara í úlingavinnunni og fórstu svo að vinna í... Ég er ekki vúrð alveg erfiðsvinna? Jú, ég var alveg lagir að tína saman skrúur. Ég get ekki alveg flokkað sem erfiðsvinnu. Jú, inn á milli. Þetta var ekki erfiðsvinna. Varstu að telja skrúur, sko. Veist þú alltaf vonduðu sjálf? Nei, við erum ekki að fara að gefa stig fyrir að telja skrúur. Ef ég var alveg hreinskilinn þá satt ég í hotnuna að segja knock sko. Ég var ekki að gera neitt á maður sko. Nei, ég hef unnið. Ég er með úlingavinnu, bakari, það var ekki erfiðsvinna. Jú, ég þurfti að vakna snemma, vúrt, ekki erfiðsvinna. Vakna snemma, það er ekkert erfiðsvinna. Erfiðsvinna, þá er að tala um að þetta er reynda vann ég hjá Íslandsflugi, þá var ég að bera töskur og svona og hlaða. Það er ekki erfitt að bera eitthvað svona. Það stendur þetta, það hefur rauninni mjög erfið að líkamlega vinnu. Það veist eins og sjómenn. Rikki var stig, hann var múrari þarna eitt sumar. Nei, bara 3 ár. 3 ár meina ég, já byrju, þú ætlar í sveinin. Já, það eru 5 ár. Ég byrjaði að læra, svo beilaði ég. Önnur spurning, 1-0 fyrir Rikka. Verður sjóveikur eins og aumingi? Spyr Egill hérna. Nei, heldur betur. Ég verð ekki sjóveikur. Eins og aumingi, hann tekur það fram. Þetta er skrifa í sko caps. Ég fór eins og aumingi er ekki. Ég var á miðvikudaginn á sléttum sjó og það kom einhver gæi, ég var að deyja út á þilfari. Á sléttum? Það var nála sléttur, hann sýndi mér ölduhæðin. Já, hún var 0,4 metrar ölduhæðin. Þú varst að fara frá Þorlákshöfn? Nei, frá Eyjum í Landeyjar. Oddaleiknum. Ég bara var að, ég meiki bara. Já, til hamingju IBF. Já, til lukkum með þess. Tjöfull held ég með þeim, Hauka sló aftur aldrei gút. Tjöfull held ég mér. Ég líki það. Þú veist það er Haukafólk að hlusta líka. Já, ég veit að þeir sló okkur út. Ég veit það. Þeir hljóta að taka það maður. En jú, ég er mikill aumingi varandi í sjóveiki. Það verður eitthvað stemmingin á þjóðatíð. Sko, IBF, Íslandsmeistari í handbolta kalla og Tindastóll í körfu. En aftur á móti, að því að ég var að segja ykkur frá, ég var að fylgjast með bestu, ég er ekkert að grínast. Þá er ég svolítið ánægður með Hákáinga úr Kópavoginum. Ég ætla að gefa þeim smá sjárátt. Háká fram og Fylkir. Ég langaði að gefa þeim gott sjárátt. Ég veit þetta er random. En ég held þeir eru búin að vera helviti góður. Man ekki Valur allt á stelpunum? Verður ekki bæði handbolt og körfubolta? Já, til lukku Valur líka. Já, til lukku. Þetta er bara allt í gangi. Herru, geturðu verið í burtu frá frúnni í 4 til 6 vikur og þá einungis í hristingum allan þann tíma? Þetta er ekki létt að bera þetta heldur sko. Já, tala um að fjóta sjó í 4 til 6 vikur. Þú ert í 4 til 5. Já, þú ert út að sjó í 4 til 6 vikur og ég veit að Rakel að hlusta en já, ég var mjög auðvelt með það. Já. Nei, ég geta aldrei. Nei, þú ert háður. Ég gæti bara aldrei verið út á sjó samlífinu. Nei, hann er að tala bara frá. Þú getur ekki farið í 6, getur ekki farið í 4 vegna golfferð. Jú, ég held að vera að tala um út á sjó. Nei, hann er að tala bara að vera frá. Já, auðvitað. Getur verið óþar að halda upp á það. Þetta er bara spurning. Það getur verið frá frúnni í 4 til 6 vikur. Já, hver signaði minn? Og þá er hvað signaði? Lesti þetta bara blæðið. Ok, þannig að við síðust báðum på punkt. Þannig að hvað er þá? Ég held með þess að Rakel er í sátrið eða nýja. Þau verður farin í 4 vikur. Já, ég held að líka. Herru, það er 2-1. Hefur þið farið ofurölvi í sjómann eins og a real man, stendur þetta? Já, og ég á sögu. Nú? Þá var hinnum Gumma Benbar með hann hvílaði friðisábar, skemmtilegur á sínum tíma. Þá fór ég í sjómann við Olgu Ferseth, knattspyrnu drottningu. Hún svoleiðis pakkaði mér saman. Já, ok. Og rústaði þér? Hún bara, ég er að segja, ég átti ekki break. Ég hef aldrei séð svona. Nei. Hún niðurlaði mig. Sko, Steindir rosalega góður í sjómann. Þar til hann fór í sjómann við Bjögga Ben á króknum. Ég hef aldrei séð hann aðeins. Það var bara eins og Bjöggi Ben verið með dúkku sko. Það var alveg styrkur sko. Já, það var eiginlega þannig á mér og henni líka. Hann líka sjómann. Það var heiður að taka sko það var heiður að fara í orustu við hann sko. Ég var mökkaður og ég bað þetta en ég held að hún eiginlega bara verið semi-edrú sko. Hann skrifar út af því á hann. En veit hver gæti verið handsterkastur á landinu og það er Matti Matt. Er þetta ekki tækni? Þetta er tækni. Já, náttúrulega. En þú veist, sterkustu menn í sjómann eða sterkustu menn bara í heimi geta tapað fyrir einhverjum bara miklu grennri. Þetta er eitthvað samtöðu tæknina. Þetta er eitthvað tækni líka. Já, en þetta er sko, en hann er gott að hraustu, sant? Það er rosalegt að fara í sjómann við Matta Matt. Við fáum báðu stig. Herru, fáum báðu stig. Svo kemur hérna
Ég veit ekki alveg bara ég veit ekki hvernig þetta er tengt sjómönnum hvort að ég bara skil ekki eins og tenginguna ég bara næði ekki en hefur annarkvæmt farið á baki hádeginu eða á eldhúsborðinu heima hér Þetta tengist að sjómenn sko Stig og stig, næsta Ég skil ekki alveg hvernig það er tengt en það er samt stendur í svega hántu á þessu Hántu, nei, þú veist ekki að fara að hanga á þessu Næsta, hann er ekki Næsta Herru, ekki skjóta sendibúðan Nei, ég er bara að segja það fyrir næsta spurningu Ég skil ekki alveg hvernig þetta tengist sko Nei, hvoru tengist sjómenn eru vantarlega ekki er það ekki? Jó, svo hvað er þá borðinu Eldhúsborði, heima hjá það stendur Það er eldhúsborði þegar ekki Þetta er allt tengt Ég ætla ekki svo svara Helvítis litli graðfóliðin hann í hóndum Hvað segir hádegismadurinn? Hvernig gerst þessu? Herru, þið fáðu bara stig Já Er það ekki það? Jú Er ekki stig? Nei Jú, borðinu Er það stig? Já, sko, samkvæmt þessu Farði, það er bara svo íl síðan Nei, ég er bara reynskilnið Hann fekk stig, ég er að segja Og ekki þú það? Jú, þá er 3-3 Sjómenn vinna mikið Ertu vinnu algi? Já, þið eru skemmtilegur vinnu Já, þú segir það Skemmtu mikið og Já, þú veist, þið vinnir mikið báðir Ég meina, Rikki er sko, ég er ofta að sjá Rikka að fara úr útarpinu og leiðin ykkur og hann að lýsa leik og svo er hann mættur að DJ-a blöð, þú veist að skemmta út allt og það væri ekki hægt nema að maður ætti yndislega konu og skilningsríka Það er bara þannig En sem þú þráir að vera frá í 6 vikur Rikki að vinna sinni stig eftir þetta Hvar signa ég mig inn? Herru, hættu þessu Smá bjór í blóðinu Nei, slökum á Þegar þú ferði hlutarkaleg heima hjá þér Þetta er hægt að tekja svona Nei, býttu þetta Nei, býttu Þegar þú ferði hlutarkaleg heima hjá þér Hvort þykistu vera sjómaður eða fasteignarsali? En hvernig fær hann stíð? Bara væntalega út sjómaður Nei, já, sko ég ekki Gústi, henda okkur góða lagi Þetta var stórmeistar í jætturli Steindi yfir, ég gaman aðeins og Egil Gústi, lag, takk Ég var komin í rytm Já, þú bara, ég gaman aðeins og hann Það eru Dynout og Loop sem að færa ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 ásamt Túborg og Keiluhöllinni drengir Þetta var fljótt að liða maður Jésu, sko, þið búnir Við döðum brá á að sjá hvað klukkan var Hún er 5:06, ég er ekki að skilja þetta Ég er léttilega ekki að setja þetta 3-4 tíma Og það er komin sól Já, hún er að glitta núna Það er sól á Ólafsfirði enda er sjómannahelgin hafin hér og þvílík dagskrá framöndan eða er hér ekstra nálægt Það hendi ykkur yfir á Ólafsfjörð allt vitlaust Það verður alla helgina bara Föðslausun Við fyrir ekki heim fyrir mánudaginn Við fyrir bara aldrei heim, þetta er bara geggja fyrir Er ekki aðalkvöldi hérna á sunnudaginn? Og þá er svona stóra Já, sko, sunnudagskvöldinu er náttúrulega bara þá er ásatíðin og balli og það sko En á laugadeginum þá ertu með dagskrá samt Það er svona úti dagskrá Já, úti dagskrá fyrir krakkana, skemmti dagskrá fyrir kvöldi Það er allt frítt, það kostar ekkert, þetta er bara úti Og það á að vera gott veður Íslendingar elskar free shit Þannig að það er allt upp á 10 hér En við þökkum bara fyrir hlustun í dag Ég er að fara í soundcheck fyrir föstudagslögin sem var hitt að Svessa og Halldór Gunnars Ég er að fara bara upp í bústað og svo er að horfa leikinn það er Breiðablik Víkingur í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport klukkan 70 mínútur leik og alvöru leikur Ég var að spá hans spilina því að sko málið það ég hefði sagt The Vikes þarna en þeir töpuðu núna Ég mætti á völlinu daginn og horfði á tapa fyrir Val Já, það því að töpa móti Val þá ætla ég að segja að blikarnir sigla þessu heim í kvöldi Ég held að það sé svona ég held að blikarnir séu hérna þetta er tækifæri fyrir bleikarna Ef þið elskið að breyta $1 þá í $3,80 þá hendið X Þú ert potið orðið Já, það er mikil X-líkt En byrju, sko, ef Breiðablik vinnur Víking þá er þetta orðið mjög spennandi og ef Valur vinnur þá FH þá er þetta orðið 3 liða kaflöp Herðu, en allavega þið tjekkið á sig að þið áhuga á fótbolta annars verðum við mættið með blökkastið næsta þriðjudag og við minnum á það er komið nýr bucketlisti inn á fn95blöð.is Egil fór í kennslu hjá Hlyn okkar besta Björn ákvaða hendunum í smá kennslu og þetta er líka þetta er fyndið en líka svolítið interesting að því að ekki bara fyrir fólk sem er eitthvað íhuga að fara í leiklist heldur líka bara þetta er fullt af alvöru svona leiklist Hvað leikar eru að spá? Ég er ekki að segja þetta er leiklista trikk, þetta er skemmtilegt hann er með góða punta og hérna Þetta er eitt svalasta maður landsins Já, hann er bara geggjaður En egiði góða helgi áfram United á morgun Það er United City í byggarnum í beinni útsending á Stöð 2 Sport líka Newcastle, áfram Newcastle bara Steinda að vera Champa lík maður Já, það er rosalegt, hann veit ekki eins og náði Jú, áfram hérna bara, þú veist, þá er ég að tala með ekkert bara eitthvað næstu leik og bara að eilífu Áfram allir, áfram þið, takk fyrir okkur og við heyrumst næsta föstudag í Vestafalli